Byrjum við bara. Já, kæru hlustundur, það 15 lótan sem heilsa ykkur á fallegum vetrardegi. Við þurftum að fara að rífa af stað árið, Biggi. En það margt að vera. Það komið góði gestir í stúdíóið. Já, hún lögfræðingur með meiru tvöfaldur gull verðlaunahafi á liðinu ári í IBJJF Open. Fellow podcastari, first of her name and mother of dragons. Vil ég meina, ég skal útskýra betur eftir. Segist verið týpuru annarkoð sem stjörnumerki eða í alvörunni. Þetta að sjálfsögðu Kolka Hjaltadóttir. Velkomin ráðning, Kolka. Sæll. Og með henni í liði orðaðu göturinn að hann sé besti ungmennaþjálfari landsins þegar kemur á brasilísku jiu-jitsu. Hann svartbeltingur BJJ, kemur úr fjölskyldum margfaldra Íslandsmeistara og fyrrum handboltaleikmaður. Engin annar en Eiður Sigurðsson. Handboltaleikmaður. Ég held að við æfum handbolta. Ég æfði fótbolta. Það var fótbolti. Já, varstu líka í handbolta? Já, ég er handbolta. Ég held að við pottit í handbolta. Það lítur að vera fyrir langa löngu. Ég hefur ekki hætt svona 12 ára eitthvað í handbolta. Já, það? Já, ok. Síðan vorum við í fótbolta sko þegar við vorum kannski 16-17 ára. Já. Ég æfði fjóra manni. Já, sko, þið tengist. Já. Það mikil saga hérna á milli. Þú hafði ekki haft hugmyndið. Herri, við þurfum alltaf að fara að ræða málin, en áður en að lengra er haldið, þá örstuð skilaboð. Þátturinn að sjálfsögðu í boði mínigarsins, heimavelli bardaíþrótta, eða stór viðburður framundan á góðum tíma, þá veist hann sýndur í mínigarnum. Vonandi titlubardaðan hennar Heklu Friðriks, svo Glacier Fight Night og Kate Steele. Þetta allt væntanlegt. Langar að byrja að æfa bardaíþróttir, það verður Reykjavík svarið ný grunnnámskeið hvernig mánuði. Allar upplýsingar inn á rfkmma.is. Takk til skrifa og byrja að æfa á Viðarhöfða 2. Hámarkaða svo árangurinn og velja með yngling fæðbótvörum, Shilajit, náttúrulega styrabústurar, sveppablöndur og fleira. Vara mánaðarins sjávargrösin. Já, það held ég alveg potið. Og að lokum, viltu ekki bara vera sterkur og koma í veg fyrir meiðsli? Þá mæli ég með Nico styrstaþjálfun. Finnið hann bara á Instagram, þetta toppmaður. Þegar það klappa og klárt, náttúrulega fellow podcastari, tvíburi sem stjörnumerki eða til önnur Kolka. Já, tvíburabróðir. Og tvíburabróðir? Já. Heitir hann Kolki? Kormákur. Svolítið svona rímar. Heita allir K í fjölskyldinni? Er einn af þeim? Nei. Já, 4 bræður. Já, ok. Já, það kemur töffari niður. Já, það hlaut að vera. Sko, hvað sagði ég aftur í kynningunni? First of her name. En þú fyrsta sem skýrð Kolka. Já, það eru til ættanafn Kolka. Já. En í svona fornafni í fyrsta Kolka. Ég skil, þú sendir mér það, ég hugsaði með mér bara, þetta smá Game of Thrones í. Svo eigið náttúrulega hana Dalrós, sem þetta algjört skrimsli þegar kemur að glímu. En ég hugsaði með mér bara Mother of Dragons. Það er bara við hérna, þetta bara, tökum bara Game of Thrones í, alla leið. Herru, geggja mál, þú náttúrulega fellow podcastari með True Crime hlaðvarpið. Já, eina íslenska True Crime hlaðvarpið. Þannig að það er gott að fá fellow podcastara í þáttinn, en við erum kannski mest komin til að ræða sönn íslensk glímumál. Já, svo sannarlega. Já, þetta geggja segway. Herru, það sem kannski svona erfiðast við þetta að við höfum ekkert svona tala saman í DMs og svona, þannig að ég ekki alveg viss hvernig ég á að byrja þetta, en ég svona kannski aðalans brá, þið náttúrulega tökkuðu okkur á koma Facebook-póstur og Instagram-póstur, smá útreið. Hvað liggur ykkur svona helst á hjarta varðandi þetta? Sko, ég var bara að keyra og hlusta á annalinn. Og mér fannst bara hvernig þið orðuðu þetta og bara atburðarásin rauninni sem að gera svo í kjölfarið fannst mér bara ekki nógu góð, þú veist. Og í rauninni þetta ekkert persónulegt. Þetta bara það að það heyra þessu orð sama hvernig þau eru meint, þú veist, að enginn hafi staðið upp úr, það hefur áhrif, þú veist, af því að þið eru líka, þú veist, mjög skemmtilega, það er gaman að hlusta á okkur, að það fullt af ungu fólki sem hlustar á okkur og ég hugsaði bara að mér finnst það bara ekki nú vandað, einhvern veginn. Já, það í sjálfum sér alveg sanngjörn gagnrýni og við fengum alveg skilaboð, þú veist, það var fleiri sem kommentuðu á þáttinn sem var kannski getið skýrt betur hvernig valið og getið gert greinamun á pro og amatör og meira að segja high level íþróttamenn voru kannski svona ósáttir að vera teknir úr sviga.
síðan aðalega hann kolli minn sem er aldrei valinn nefnilega maður ásins en ég skil það sko að það hafi ekki verið nóg vandað mér veist sko persónulega finnst mér kannski orðalagið engin kona, ég man ekki nákvæmlega sko, ég man ekki hvort að kvóti hafi verið nákvæmlega rétt hjá þér en mér minni ég hafi sagt sko að engin kona stóð sérstaklega upp úr Já, þú sagði, fyrir mitt leiti þá stóð engin með eitthvað svona sérstaklega upp úr. Já, en það er náttúrulega erfið sko, því að náttúrulega Hekla María fer á Adisessi og tekur silfur og gull á Mjölnir Open, þú tekur hérna Íslandsmeistaramótið í Nogi og tvöfalt gull á IBJJF London, Sigurdís með gull í Grappling Industries, Mjölnir Open silfur og gull á BJJ Atlantic og Lilja með silfur á hérna AGP Peru Grand Prix, Grand Prix, gull á Kaizen, gull í Budapest Pro og fluttir svo út að sína krökkunum sko. Og þá hugsaði með mér, hver af þessum dömum stendur mest upp úr? En þetta rétt, það sem þú ert að telja upp? Er þetta tæmandi listi? Þetta er svona... Með það sem ég skrifaði, eða þú lest það sem ég skrifaði, Já. Þá þetta ekki saman við það? Nei, ég sko, ef satt skal segja, þá gat ég ekki, þegar þetta stóð svona mest upp úr, þá var ég svolítið með hausinn undir kodda. Það var tilfinningilega erfitt. En ég sá svona eitthvað sem að þú varst með á listanum sko. Það var nú það fór alveg niður í barnastarf og fyrri ár. Var ekki hérna Pálína, það var það ekki á listanum að hún hefði staðið sér vel með barnastarfið niður vappi sér? Nei, mér myndi ég að lesa það. Nei, ég sagði bara hún hefði farið ég rauninni bara listað upp allt sem að konur bara í öllum tímanum í Íslandi voru að gera sko. En ok, en punktur með svona sem stendur að þú veist, þetta er ekki tæmandi listi sko, þetta er ekki allt sem að konur hafa gert á árinu. Sorry, má ég grípa fram í? Já, en svo Tæmandi listi þá er að tala um þessar fjóra gælur, Hekla, Sigurdís, Kolka og Lilli að þegar ég hlustaði á þetta og líka þegar við vorum að tala um Stefán og svona þá voru þið ekki að fara með réttar upplýsingar eða það vantaði upplýsingar? Já, einmitt. Og til dæmis núna þú varst að telja upp hvað Kolka hefði gert, það er ekki tæmandi listi. Líka þessi Lilli gerði líka meira sko. Já, einmitt. En ég er unni sko af því að, eins og ég segi útskýrði fyrir þegar ég sendið skilabóð, að ég var bara mjög tæpur á tíma. Því að, þú veist, var bara búin að vinna 200% starf, þú veist, sinni bara börnum með fjölþætna vanda og fötluðu fólki með fjölþætna vanda. Svo bara jól og áramót. Og við erum alltaf með hérna Garpur Fletcher átt að vera í þættinum en hann kansaði bara á loka mínútunni og þá er maður bara fokka þegar maður er búin að deila með sér einhverjum hérna deila með sér verkefnum og þetta er ekkert að gert af einhverjum illvilja, skilur við. Nei, og ég tók því ekkert þannig sko. Ég tók þessu ekkert þannig persónulega sko. Nei. Mér fannst bara svona almennt að umfjöllunin að því að þið eru fréttamiðl, eða ekki? Þið eru fjölmiðl og það er einhvern veginn gerðar ákveðna kröfur til fjölmiðla og þið hafið svo mikil áhrif útöndan eitthvað á þessum vettvangi, skilur. Þannig að, þú veist, ég var í fæslinu minni, var ég bara að benda á hvað mér fannst að vanta í umfjöllun þá konur og hvað þær hafa gert og, já, þannig að auðvitað sýni ég skilning að aðstæði séu mismunandi hjá fólki. Og þetta átti rauninu bara, þetta er meira bara svona almenn yfirlýsing. Þetta var líka beint að BOI, skilur. Mér fannst að atburðarásin bara, þú veist, eins og hún horfði við mér, þá einhvern veginn svona stakk hún mig. Já, einmitt. En eins og Eiður segir, þá er líka þegar kemur að strákunum í jiu-jitsu, þá erum við ekki með þetta alveg á hreinu. Og það er svolítið, þegar kemur að BJJ-serinin heima, náttúrulega, MMA er okkar aðalfókus, það er í nafninu, við erum MMA-fréttir, boxið, þú veist, hefur ákveðana vinsældir og við erum að fá borga í hverju mánuði fyrir að fjalla hnefalega mótin og stundum lendum við bara í því að bara BJJ þarf bara svolítið að take the backseat af því að við erum að fjalla annað og líka þú veist, við tökum eftir því líka bara að þú veist áhugin, þú veist, við fáum miklu færri kliks á BJJ greinar eða BJJ content, þannig að þú veist þegar við erum að taka aukalega og skrifum eitthvað BJJ, þá þurfum við samt eiginlega líka samt að, þú veist, fylla kvótan af öðrum greinum af því að, þú veist, til að ná okkar tölum í það sem við viljum hafa bara day to day. Þannig að við lendum svolítið í því að missa af því sem er að gerast og eins og fyrir mitt leyti þá, þegar við vorum að byrja undirbúku fyrir þátt, þú veist, ég hafði ekki hugmynd bara eiginlega neitt sem var búið að gerast bara í BJJ á árinu, sko. Og það er kannski það sem Kolka var að benda á. Ég tók upp myndband og
það sem ég fór yfir glímudótið og ég búin að vera núna í viku að læra að klippa það og setja inn einhver svona text og eitthvað svona og ég ætla að posta því bara svo ég líka vita því og ég mun kommenta smá á hvað ég var ósáttu með umfjöllunni ykkar glímuna en þess að ég að nördast í glímuna hverjum einars degi og kona mín að keppa, dóttir mín að keppa og ég með barnastarf og nokkru fullorðnir sem ég að þjálfa af og til eru líka að keppa en ég mikið inn í þessu og þegar ég hlustaði á podcastið og mér finnst podcastið ykkar almennt skemmtilegt ég er búin að hlusta á nokkur þætti núna og þetta er almennt gaman ég varð alveg bara svona, heyrðu, þú veist glíman hérna á Íslandi, þó að glíman á Íslandi sé svona jaðarsport, svona undir niðri, fólk er ekkert endilega að taka eftir þessu. Þetta er svo ótrúlega lifandi heimur, það eru fullt af ótrúlega góðu íþróttafólki sem mér finnst að þeir sem fjölmiðl og ég er náttúrulega við erum þakklátir fyrir þessu að tala þetta einhverju leyti, þeir hafi svo ógeðislega mikið efni og góða íþróttamenn, bæði kalla og konur og börn sem gætu verið að hífa upp á einhvern standard sko. En það er náttúrulega auðvitað ef þið vitið ekki mikið íþróttuna út af kannski tímaleysi eða áhugaleysi eða hver sem ástæðan sko, að þá náttúrulega getið ekkert verið að skrifa það. Nei, það er meira punktur, en eins og ég útskýrði eins og með í bara hljóðskilabóðum til þín, að þú veist, þá mér sárnaði svona mikið við það þegar fólk var að segja gerið betur og svona, af því að ég var í 200% vinnu af því að ég þurfti að skipta vinnu til þess að taka til að sinna MMA-fréttum betur þannig að þú veist, við gerum okkur grein fyrir því að þú veist, það eru einhverjir vinklar og einhverjar glímusennur og einhver mót og eitthvað sem við höfum ekki náð í og það sem kom helst upp úr áramótaannálunum fyrir mér var í rauninni hversu mikið þetta skiptir fólki máli af því að við höfum gert áramótaannál áður og það var svona þú veist, engin svona sérstök comments og engin sérstök gagnrýni og eitthvað en þarna bara var livestreamið allt inni komið upp í þú veist, rúmlega 200 views og chatið var bara blowing up og eitthvað og við reynda tókum eitthvað ákvörðum með að vera með eitthvað partí og menn voru eitthvað að pre-gamea svo að þátturónir 3 klukkutímar og einmitt, þú veist, þessi flokku var síðastur og ég var að deyja sko og Biggi sko, ég svona kemur eitthvað svona í lítið Bigga og eitthvað svona hvað er með tilnefningum í kvennaflokkunum og Biggi er svona, sorry Biggi minn hann er bara svona að gefa mér svona super drunk eyes og er bara og bara svona eitthvað blablabla og ég bara, já, þetta verður brekka maður En það sem ég ætlaði að segja, er að, þú veist, ég skil það, að þú veist, það er ekki áhugaleysi, þetta er tímaleysi og mér finnst það erfitt að segja, gerið betur, af því að ég get ekki gert betur en að skipta vinnu og endurraða lífi mínu, já, að öllu leyti til þess að betur halda utanum sinnuna og þegar ég og Biggi byrjuðum, þá vissum við í rauninni ekkert BJJ og þess vegna fór ég náttúrulega bara að æfa og hef haldið mig við æfingar svona frekar statt og stöðugt sýndi það náttúrulega bara með blábeltinu mínu og öðru sæti á VPC Hvíturleik eftir ömulega glímu eftir ömulegustu glímu aldarinnar held ég Þú náðast að kreista fram sigur Já, það er það sem getur málið sko Suck it, tröstur En og á sama tíma og ég fer í þetta 200% starf þá eyddum við sko öllum auka pening sem að við fengum út af þessu harki til þess að kaupa betri tækjabúnað og græjur til þess að búið til betra content með meiri tíma og ég bara, mér sárnaði mig mikið þegar fólk var að segja þetta var svona til dæmis mikið drull og þú segir þetta sé ekki persónulegt þá tek ég þessu mjög persónulega að ég bara get ekki gert betur en það, veist, hvað á ég að gera betur Þetta getur gert betur Já, auðvitað, að ég kótsaði í gegnum það Já, án grín sko, auðvitað getur gert betur og takið í persónulega kannski líka góðu hlutur en þess að ef það sé þetta og verið bara að mér er fucking drull saman maður þá ættur náttúrulega ekkert að vera að gera þetta Nei, það er náttúrulega mjög persónulegt ef einhver tekur manns eigin orð og postar á Instagram Þegar ég gagnrýndur fyrir þjálfun ég alveg fengi foreldrar hringjandi í mig alveg brjálæðir og gagnrýna þess að ég geri auðvitað tekið ég persónulega og auðvitað ég er kannski ósammálaðum en ég hlusta samt á þau og gef því sem þau eru að segja virðingu og ég geri síðan betur og ég auðvitað átt að gera betur auðvitað báðu tveir, auðvitað að gera betur það er ekkert annað í boði skilur þeir ætla ekki að koma með annan annál og fá aftur sömu gagnrýni vegna þess að þið geti ekki gert betur Nei, er það ekki? Nei, klálega ekki Það er klálega ekki En eins og segið, þú veist, að þú veist, við erum fjölmiðl og við berum skyldu til að ákveðna átt og svona en við erum verið sko þú veist, það er ekki eins og við séum eitthvað ríkisrekin fjölmiðl sem að skulda skattgreiðendum eitthvað. Þú veist, þetta byrjaði sem eitthvað svona hobbyprojekt hjá okkur
og við erum núna búin að vera sko með 5. lótuna í næstu 3 ár, við erum búin að reka MMA-fréttir í 2 ár og þú veist, við hefum ekki ennþá greitt okkur nein laun út úr þessu og við erum að nota allir peningur sem kemur inn í fyrirtæki erum við bara að nota til þess að fara í ferðir og kaupa betri búnað og auka framleiðsluna og gera framleiðsluna betri og þú veist, MMA er nummer 1, box er nummer 2 og BJJ er nummer 3 og stundum lendum við bara í því að þú veist, við náum bara ekki, þú veist, við erum með bara lista við hluti sem við erum að gera og áður en við komum niður í eitthvað BJJ blábelta grein til að skrifa, þú veist, þá bara komið eitthvað ofar á listan og þú veist, eins og ég held að við höfum aldrei einhvern veginn litið framhjá kvenmanni til þess að feivura karlmann eins og ég hugsa svona það sem ég sé eftir það sem við höfum svona klúðrað núna nýlega var til dæmis, við skrifum ekki greinum hérna Samma sem vann Evrópumót barna, en við erum að fara að fá hann í podcasti bráðum og munum að gera flotta greinum alltaf, við feiluðum á að gera grein fyrir Þorgils Eiði þegar hann keppti síðast. Aldrei hef ég einhvern veginn fundist við hafa litir fram hjá kvenfólki. Þú veist, sá gestur sem hefur komið oftast í podcasti er Erika Nótt. Og ég held að hún finni ekki fyrir því að við séum eitthvað að feivura Nóel eða einhver aðra stráka í kringum hana, yfir hana. Og þú veist, eins og núna, Kolka, þú að koma í podcasti, þá eru allar þessar 4 konur sem við erum að ræða, búnar að koma í podcasti núna. Við fengum Dammi mjög snemmi í podcasti, við fengum Valgeri mjög snemmi í podcasti og við gaggrindum Vísi og DFF á þetta harkalega fyrir að fjalla ekki Valgeri og við fjölluðum hann í fyrsta skipti þegar hún postaði berbrjósta mynda sig við einhverju svona brjóstakrabbameins dæmi. Já, sko, ég er þið eru búin að skrifa greinu mig, sko. Og það er ekki það sem ég er að gaggrina. Það sem ég er bara að gaggrina er þessi atburður sem á sér staðarna. Þú veist, þessi orð sem eru látin, eða þú veist, það að enginn hafi staðið upp úr sem að eru meint einhvern megin en hlustandinn náttúrulega tekur þeim einhvern megin, skilurðu? Já. Og þú segir þetta líka að, þú veist, að þetta sé, þú veist, ég einhvern megin bara, ég upplifði þetta bara ekki svona, þess að atbyrðarás, skilurðu, að þetta hafi verið þannig að það hafi bara allar verið jafn góðar og að þess vegna þurfum við að velja einhverju 4., skilurðu? Já, það var svona ekkert planið að velja einhverju 4, sko, eða sko, ég skil hvað hún kemur, en sko, gallinn við hlustendakostningu er að fólk kýsu vinni sína og þá er litið svo mikið fram hjá öðrum, skilur, og að því að þetta átti að vera svona umræðuvingill að þá þarf maður að svona koma með eitthvað svona aðra hliðar og tína til eitthvað sem átti kannski líka, hvað maður segja, sem átti eftir að fá svona einhverja viðurkenningu, sko, eins og Lilji fékk enga kostningu og það hugsa með þessi bara að því að hún á kannski bara færri vinni eða eitthvað. Þá verður maður að draga hana svona inn í umræðuna. Algjörlega. En svo náttúrulega var bara einhvern veginn sett uppið þannig að eini sem vissi eitthvað Glímu var ég, að því Biggi var ekki alveg með og Óli og Biggi voru bara ekki alveg með full FM og það ég einhvern veginn svona einn dafna, sko. Og það svona, það má gera greinamun á sko afsökunum og ástæðum, en þetta kannski svona meiri afsökunarvingill, en ég var eiginlega bara svolítið lost í þessari umræðu á svona stað og stund einhvern veginn, eftir þriggja þátt mikil drykka í gangi og eitthvað sem bara svona ákveðin svona, leiðum mér að kalla það vöruþróun, sko, að sjá hvort það virki, skil, maður alltaf að prófa eitthvað og ég geði það svona og hann er búin að tala þetta frá við byrjuðum, sko, að hafa svona, hvort við ættum ekki að hafa smá partíðina áramótaþætti, hann er búin að tala þetta á tíman, svo framkvæmum þetta, við gerum það kannski ekki eftir. Já, við sjáum til, en allan ef við erum allt okkar hreinu, sko. En planið var náttúrulega, uppleggið er náttúrulega að vera með góða umfjöllun alla flokkana og ég held að hvorki ég og Biggi höfum gert okkur grein fyrir hversu yfirgripsmikið það í raun og veru, sko. Og ég er náttúrulega að læta þessi orð falla og það er náttúrulega bara að standa með mínum orðum, en ég er náttúrulega bara að meina það þannig að, þú veist, að því að Stefán Fannar, að því við náttúrulega ræddum kallaflokkin og Stefán Fannar stóð bara mjög greinilega upp úr, þú veist, það var fullt af strákur sem gerðu flott á árinu, en Stefán Fannar, hann bara stóð upp úr fjöldanum, skilur. Svo lítum maður til stefnunar, sem að gerði einhvern veginn, það var svo erfitt að gera greinamun á hver vann best eða hver vann mest, skilur. Og þá segir maður, þetta er erfitt af því það var engin ein sem stóð upp úr. Og ég skil að fólk geti túlkað þetta á mismunandi hátt, en meiningin í sjálfum sér ekki grimm eða felur ekki inn í sér einhverja vanvirðingu, sko. Og fólk má túlka það eins og vill þannig að séð. En mér finnst kannski pínu leiðilegt að túlka það á eitthvað svona hinn versta hátt. Mér langar að segja þetta og ég er alveg sammála þessu.
vegna þess að ef ég myndi gagnrýna eitthvað fyrir eitthvað þá verður bara að vera ekki undirbúnir fyrir annálinn, grímulega séð allavega það er bara gagnrýnin sem er 100% og álykta síðan að það sé út af einhverju karðrembu, kvennhatri eða eitthvað svona það er náttúrulega bara einhver vittleysa, það er bara álykta einhverju fárlega hluti bara alveg left field sko. Og það var ekki það sem ég lagði upp með í minni færslu sko. Ég er að segja þetta bara að ég bara það sem ég var að lesa og þú postaðir einhverju eitthvað how did I fail women's studies eitthvað svona skilur og þú veist ég las það þannig að Kolka var að gagnrýna bara upplýsingarnar þegar ég mun posta mínu myndbandi þá er ég bara að gagnrýna upplýsingarnar og það er ekkit annað, ég er ekki að segja neitt að þið séu að íta konum til hliðar uppi og kallana eða eitthvað svoleiðis. Fyrir mér er þetta bæði kallamein og kvennamein bara ekki nægilega vel upplýst og ég fekk alveg svona shit þegar ég horfði á þetta vegna þess að Halldór Logi sem þau töluðu ekkert hann rústaði íslensku mótunum. Hann tók Stefán Fannar, sorry Stefán, og hann snýtti þér í lokin. Ég held með Stefáni sko og Halldór Logi líka minn maður, en þú veist, þau töluðu ekkert hann. Þú veist, hann rústaði íslensku sveininni, hann með þetta allt á hreinu og það var ekkert talað hann, ég fekk alveg bara svona, shit, þú veist, þau töluðum vilja og Villi gerði þetta vel. Stefán gerði mjög vel, hann lendi í öðru sæti á íslensku sveininni, eini sem hann tapaði á móti var Halldór Logi, hann vann samt annars alla og síðan fer hann út að keppa ekki á ADCC, hann fór að keppa á IBJJF mótum, 2 og á báðum sem mótum að tekur hann 4 riðla, hann 4 og 4 þannig að þetta eru 8 riðla samtals og hann lenti á palli 7 sinnum í þessum 8 riðlum og þetta eru svona upplýsingar sem mér finnst vanta inn í þetta og þetta sýnir líka bara hvað þessir drengir og þessar konur, stúlkur eru ótrúlega færir íþróttamenn og þetta er eitthvað sem glímu samfélagið þarf á að halda, það þarf að koma þessum upplýsingum til almennings svo almenningu sé bara, ok, shit, þetta eru bara alvöru íþróttamenn og það er allan það sem særði mig sko og er náttúrulega 2025 var svolítið stórt glíma á sko að Sigurdís sé að fara á grappling industries og vinna Kolka fór á grappling industries og var að vinna nokkri byrjendur hjá okkur voru að fara á grappling industries og svona, þú veist ná einhverjum árangri þú veist, Hekla fer þarna á ADCC intermediate flokkin gengur vel já, þetta var alveg stórt ár sko það er það sem mér fannst leiðilegt en eitthvað svona að þið eru ekki að sinna konun nóg vel eða ég taki kallana fram yfir konar ég fyrirlít en er það ekki svolítið það sem að þú veist, samfélagið sem að les póstinn þú veist, það er það sem að talað túlkun sko útkoman og það er það sem ég var einmitt að benda á er að þetta er sagt í þættinum og svo ok, þú veist ég náttúrulega fór ekki einu svona ég fór 3 sinnum erlendis, skilu og Íslandsmeistari í mínum flokku og opnaflokknum þegar ég hugsaði, þú veist, þeir gátu nefndu bara 1 mót, sem voru eitthvað svona, já, vann hún ekki og þú veist, svo okkar daginn eftir kemur bara frétt alla þá sem voru bestir í þættinum sem ég var að hlusta á, skilur og svo deilir bíóð í þessu eins og skilur þannig að þessi atburðarás einhvern veginn stakk mig já, ég bara einhvern veginn það var svona það sem mér hafst En finnst þér ennþá að þú hlustar á hann bút, finnst þér, þú veist, túlkar þetta sem að Nonni hafi verið að meina að bara alla konurnar hafi verið það lélegar eða þú veist? Já, hann hafi ekki verið impressed, það var svona það sem að, ég upplifði það ennþá þannig sko, það var bara, þú veist það. Ég hugsaði þetta líka þannig, ok, þú veist, áður þið komum ykkar tilkynningu að, heyrðu, við meintum þetta svona, ekki svona, þá ég hugsaði alveg, kannski meintum við þetta svona en ekki svona, en þegar maður heyrði það, þá hugsaði maður, stóð enginn upp úr, jú, þar stóðu allar upp úr, þar voru allar að, ekki segja allar konurnar voru svo ekki þannig, það sjá við er að þær náðu allar svakalega miklum árangri, þessar 4 stelpur, það náðu svakalegum árangri og að velja upp úr þessum 3 sem voru kostnar, Kolka náðu mestum árangri, það er bara faktað. Lilli er alveg að standa jöfn við hana Kolku og það er alveg þá bara hvort er það Lilli eða Kolka. Ég er alltaf smá bæjast, þetta er kona mér sko, en þegar ég fór yfir ferilina Lilli á þessu ári, hún er að ná svakalum árangri. Hún er kannski ekki að keppa á svona high level mótum, þú veist, ACP, ég veit ekki alveg hvað ég myndi ranka það af svona IBJJF,
ADCC eru svona toppmótin, ACP heitir ekki ACP, jú, eitthvað svo leiðis. AJP, jú, AJP. Þetta eitthvað svona austur-evrósk svona samtök, það alveg verið að dæla peningi í þetta, en ég veit kannski ekki alveg levelið á þessu móti. Þetta flott mót, en það sem hún alltaf gerir langbest að fara og komast á heimsmeistaramótið hjá United World Wrestling fyrir Ungverjaland og það náttúrulega svaka árangur sko. Síðan keppur hún líka á þessum superfight, þetta smá local superfight, en samt, hún ferðangað og hún pakka gælunni saman sko. Þú veist, þannig að Lilja... Hún á alveg heim í umræðinu, 100%. Já, mjög flott glímukona. Sko. Og mér finnst alveg meika sens að gefa henni það, sko. Ég ætla ekki að vera, nei, hún á það ekki skilið. Kona mín á það skilið. Þær eru tvær alveg top dogs í þessu, sko. Og Hekla og Sigurdís alveg contendera líka, en mér fannst það ekki þegar ég fór yfir svona allar sigrana og á hvaða level það var, kannski ekki skilið að vinna það, annarkvort Kolka eða Lilli. Mér varst reyndar stelpunar frá Berserkjum eiga að fá svona smá honorable mention, þær eru búin að fá tvisar erlendis núna, mér finnst það mjög flottar á árinu sko. Það sanngjarnt punktur sko, en þetta bara svolítið eins og vorum að þetta er rosa yfirgripsmikið og þannig að þú veist, það var bara einhvern veginn, þetta var 3 tíma þáttur sko. Og þetta var bara eitthvað svona, endin sko. Já, nákvæmlega. Og líka bara til að vera með þetta alltaf hreinu, þá þarf maður svolítið að vera að senda skilabóð út allan bæinn. Eins og fyrir þann þáttu, ég var bara með 20 manns á einhverju chati til að koma að staði bara nákvæmlega hvað allir er gert í bóksunum og tala við þjálfarann og fætanum sjálfa og eitthvað, þú veist, og maður örugglega mistað einhverju þar líka sko. Já, þetta er bara, þessi svona annátlega bara miklu meiri vinna en maður gerir sér grein fyrir og svo það einhvern veginn, þú veist, það voru 3 tímar og svo hægt að segja, já, svo glemdi ég að tala um þetta og við glemdi að tala um þetta, við hefum að vera 6 tíma það er bara, þú veist, en þetta er svona bara reynsla og sem fer allt bara í reynslubankan en ég vil líka hugsa það eftir þennan annál að ég þyrfti eiginlega bara að skrifa annálinn bara yfir árið bara, þú veist, maður þarf bara að vera með eitthvað live Google Docs skjal þar sem maður bara punktar allt hjá sig, skilja, því það er svo ógeðslega erfitt í desember, bara, heyrðu, hvað gerðu allir barda íþróttamenn á árinu? Já, í þessum 3 íþróttum, það er rosa mikið. Það er rosa mikið, skilju, og gera ekki greina, gera ekki, þú veist, og þú veist, fara kalla á kvennamegin og þetta er bara rosa... Svo kickboxun og brjálæðar fengi ekki neitt. Já, og Muay Thai-arnir og svo, hitt jiu-jitsu batterið, sem er ekki brasilískt jiu-jitsu, bara... Sem er japanska. Er það þetta jujutsu? Nei. Eða bjöggi, jujutsu. Já, eða það er, og taekwondo samfélagið, karate samfélagið, það er fullt sem við þurfum að skauta fram hjá, sko. En það sem kannski stakk mig mest, sko, er að hafa ekki bara getað fengið, sko, DM eða persónuleg skilabóð og það hafi þurft að fara, skilur, public, af því það bæði, skilur, er ógeðslega erfitt á okkar sálega líf eins og ég útskýri fyrir þér það væri bara ömurlegt og sérstaklega þetta legur svona af glímyndinni inn í fyrirtækin svo fáum við kommentin og þá er sentimenti rosa mikið að við séum sem í karlarömbur eða erum að horfa fram hjá konum það er sentimentið sem að var þó þú kannski meinar ekki þannig að við vorum að tala um túlkun og hvernig fólk túlkar hluti sko þó þú kannski meinar ekki þannig að þá eru við svolítið dæmdir fyrir það þannig og það eru skilabóðin sem ég er að fá sko. Þú veist, maður er bara að fá alls konar drull yfir sig og það sko skemmir rosa mikið fyrir okkur skadar okkur þegar við förum og tölum við sponsora sem er náttúrulega janúar og við þurfum að fara að gera það þú veist, það skadar vörumerkið það eyðileggur stöðun okkar við samningsborðið þetta er ærumeyðingar ég upplifði miklar ærumeyðingu og eins og þú sagðir að minni hálfu? Nei, bara að vera tekin svona fyrir á netinu, skilur við. Svo mikið af fólki sem er að posta í story og bara 15 lotan fyrir mig skammast ykkar og bara svo lélegt og þú veist, ég myndi að það sem að mér fannst sko, þú veist, ég var alveg svolítið sár yfir þessu, ekki endilega út í þig, ég var mest sár út í bara einhverja vinkonum mína sem sendi mig bara byggja þetta er nú ekki nóg gott, það mig. Og svo líka, þú veist, manneska sem að þekki til okkar nonna sem vinnur í risastóru fyrirtæki hérna á Íslandi þú veist, sagði okkur bara að það hefði bara allir matsalurinn að vera að tala um þetta og það hefði bara verið að drulla yfir okkur og maður hugsa bara hversu marga kaffistofur í Reykjavík í þessari viku voru bara að drulla yfir mig og núna, fattiði mig og þetta er svo slæmt, þú veist, fyrirtæki
gæti orðið gjaldróða, fattur við þurfum núna að fara að endursemja við fullt af styrktaraðalum og ef við erum komið með einhvern svona kallrembu stimpil á okkur, það getur bara verið það getur bara verið endalók MMA-frétta ef að við höldum ekki rétt á spöðunum og einhvern veginn reynum að grafa okkur upp úr þessari holu. Af því ég finn alveg klálega, það var svo mikið af maður var eiginlega bara svona hættur að opna þessi story sem maður var takkaður í og skilabóð sem við fengum bara því það var bara erfitt, það var bara allir að segja okkur við ættum að skammast okkur við varum ekki nóg góðir, þetta væri fyrir neðan allar hellur og svona á ekki að sjást árið 2026 og maður var alveg bara í andlegu þroti að lesa þessi skilabóð og story sko. Ég var bara á gjörgæslu, andlegu gjörgæslu hjá vinnum mínum og sem betur fyrr, sem að bara svona, taka svona aðeins utanum hann sko en þetta var bara því líka leið til að byrja árið maður bara 2. janúar þetta verður mitt ár Má ég spyrja einu á hverju ákveðið að pósta bara strákunum í einni frétt eins og ég útskýrði í hljóðskilabóðum að þá þetta bara to-do listi ég sagði bara, það bara jóla ármót ég að vinna tvöfalda vinnu það bara to-do listi og við gerum bara fyrst strákana svo gerum við stelpurnar, svo gerum við submission ársins, submissions og KO ársins, svo þetta þú þarf bara að vinna þig niður listan Alltaf að gera bara grein fyrir hverja Já, bara fyrir eins og við gerðum þess að voru bestar á árinu Já, svo gerum við brotöku, uppgjöðtök og svo ætla ég að gera einu viðbóð bara með bardöðum og glímum ársins þannig að þá erum við búin að komna í gegnum þetta sko. En oft tekur þetta bara smá tíma og sérstaklega þú veist eins og Nonni gerði þessa grein hver er bestur á árinu og sendi bara svo ger ég kvennaflokkana næst og svo þetta og þetta en svo bara gerist þetta og við einhvern veginn bara missum svolítið móðinn Þannig að það var mjög óheppilegt þið að segja að það er óheppilegt að þú hefur notað það stóð enginn upp úr sem þetta kannski að túlka á tvennavegu þannig að það er óheppilegt og síðan þegar þú póstar bara köllunum þetta var svona 2 óheppilegir atburðir Já, það er 50-50 þegar ég tala við fólk út í bæ svona hvernig túlkar þetta og þá það er ekki einu sem 50-50 það er svona langflesti sem eru sammála því sem ég er að meina skilur og túlka þetta eins ég skrifa greinina strákana þessi voru bestur á árinu upp á kaffistofu upp í Mosó þar sem að ég fæ haldið mér pásu og ég bara hérna eitthvað reyna að dissa þessu frá mér og segja svo byggja herri þess og bara í næstu grein og eitthvað og eins og gengur gerist jóla áramót skilur þetta bara það er mikið að vera og sérstaklega svona í minni stöðu og svo þetta bara 2. janúar þar sem að þessi póstur kemur og eins og ég útskýrði líka fyrir það skilur núna það bara vindurinn úr seglunum og maður er bara ógeðslega deflated og maður maður liggur bara upp í rúmi bara stjarfur það er einhvern veginn sem maður getur ekki gert nýtt skilur en við erum búin að gera núna þess að voru bestar árinu og svona við erum búin að vinna upp það sem að var bara á to-do-listanum en það var kannski svona ég veit ekki hvort að það hafi verið bara svona mikil hiti eða hvað en ég fann ekki upplifa það áður að einhvern veginn ef maður er of lengi að vinna sig niður listan að það komið svona hörð gagnrýni sko. Við erum enda lent í þessu frá jiu-jitsu samfélagina áður þá fyrsta Reykjavík Open í Reykjavík MMA þá minnum ég að það hafi verið eitthvað nefnilega mót sömu helgi sko og við fjöldum svo vel það og svo fekk ég bara hatursbréf frá sér sko átt að fjalla Reykjavík Open sem var það bara fyrsta Reykjavík Open og auðvitað á maður að fjalla það sko en við bættum honum upp, við streymdum það og kæftum síðast þannig að hann getur andaletar og tekið okkur sátt en já, þú veist, varðandi túlkunum og orðinu þá var ég að svara í þannig að það er bara mismöndi hvernig fólk túlkar þetta og hvort að fólk svona leifir sér að túlka þetta á bara einhvern veginn versta veg eða ekstra þar á milli og eins og ég var vissulega búin að útskýra að þá væri þetta bara to-do listi eins og við erum búin að fyrsta grein hverju voru bestar, við erum búin að tilkynna að hekla sig á leiðin í titilparta og eitthvað og við erum að fá komment núna bara svona nú eru alla greinar bara konur og eitthvað og maður var svona þetta var fyrirfram ákveðið skilur svona var uppleggið til að byrja með þannig að og já, þess að ég trúi nú alltaf að það kom ykkur á óvart skilur en ég var búin að segja að þetta væri bara to-do listi og við værum bara að vinna að þetta snýst líka sko, við höfum gert greinar þar sem við tökum kannski bara svona er áramóta annallinn eins og hann leggur sig og af því að fjölmiðla bransinn snýst svolítið kliks og umferð og svona þannig að ef þú setur of miklar upplýsingar í eina grein þá hættir fólk að navigata síðuna og þá töpum við þannig að þá þarf maður að flokka þetta niður eitthvað svona með einhverjum góðum og smart hætti og þá er maður bara bestu strákunir
bestu stelpunar, eitthvað, sem bara mjög basic flokkun. Og ástæðan okkur við stundum bara komumst við ekki í gegnum to-do-listan okkar og klára þetta allt tímalega líka bara, við vinnum báðir ógeðslega mikið í öðru til þess að geta gert þetta, innan gæsalappa í frítímanum okkar. En það náttúrulega bara önnur 100% vinna og það sem við erum að gera fyrir og stundum maður bara, algjörlega tómur og ekki með neitt creative juice eftir í sér, en á inn einhver MMA-frétta verkefni og þetta oft bara erfitt að komast í gegnum þetta allt, sko. En við reynum að skila þessu öll út og þau séu mjög oft seinir með eitthvað. Eins og við erum ekki ennþá búin að droppa með Lóa Geirs, það var kynnt fyrir 2-3 dögum. Við erum bara Bjarki aftur að fara að íta okkur. Já, Halli líka komum bara það. Já, einmitt. Þú nefndir áðan líka með að þú þurfa að vinna og gera þetta okkur. Finnið þið fyrir litlu þakklæti frá bardaheiminum fyrir að vera sinni þessu? Nei, almennt eiginlega mjög, bara mikið þakklæti, sko. Já, mikið þakklæti og þolinmæði líka. Eins og ég ræddi við þig bara þegar við vorum að spjalla saman í gær, Mjölnir hafa verið ógeðslega þolinmæður við okkur, af því að við höfum oft lent í því að fara niður í Mjölni, taka upp eitthvað svona Mjölnistengt content og svo gerist eitthvað bull í framleiðslunni. Við lendum í því að fara einn hætti í þessu verkefni, við vorum bara farin í Mjölni, taka geð mikið content og ætlum að gera eitthvað cool og markmiðlurinn á hörnurinn okkar, hann bara, ég hættur hún ennum sig og við bara, geðveikt, við kunnum ekkert að klippa og eitthvað, nú þurfum við að fara að klippa og sjáum þetta sjálfur og eitthvað. Við lendum líka í því að senda, þá vorum við 3 af því að mjög erfitt voru 2, við reyndum að fá 3. mann inn á árinu og það samstarf bara hefnaðist ekki nú vel. Sorry, ég ætla að fara í peysu. Það mjög kalt hérna. Já, það var svolítið kalt hérna, ofnin virkar ekki, sko. Eins og segi, þá erum við ekki alveg mesta budgetið, sko. Við erum að safna fyrir ofni. Já, við erum að, þetta eða einhvern hittablásara eða eitthvað. En svo hefur við líka lent í að senda blaðamann út og svo kemur bara eitthvað fyrir í fjölskyldulífinu og hann fer bara alveg í eitthvað trámakast, skilur við, og bara á bömmir að vera úti og Mjölnir bara, hvað það að gera með, kontentið sem búið til okkur, skilur við. Þannig að ef það einhver klúbbur að úti sem ætti að vera mjög pirraður út í okkur, þá væri það í rauninni að mínum að þetta Mjölnir, en þeir hafa verið alveg ótrúlega svona umburða lindir. Umburðarlindir, já. Sérstaklega sem við fáum oft svona Reykjavík MMA stimpilinn á okkur, sérstaklega bara því að þeir hafa verið svo ótrúlega aktífir að keppa og við farið kannski í fleiri ferði með þeim. Svo erum við lendið því að ég átti að fara út með Mjölni daginn og svo bara var ég veikur, að hætta við, fattar þú? Þannig að svona... Sko það sem að nú er ég búin að setja og hlusta á okkur smá. Og það sem að ég upplifir svolítið að þeir eru mjög ósáttir vægast sagt og ykkur fannst þetta bara algjörlega ekki að rétta sér og ég upplifir smá eins og ég að beðið ykkur ásökunar á að hafa gert þessa fæslu. Það væri afskaplega fallegt. Má ég útskýra okkur út að þú ert segja að taka þessu persónulega, við skilja vel. Það sem, og ég veit ekki hvort að Kolka vilji segja en ég ætla að segja það, hún vilji segja það sjálf. Það hefur sært hann á Kolku og það fer að pirra mig líka almennt þegar fólk að gaggrina það hvernig ég kýs að gráða nemendunum mína. Það pirra mig rosalega mikið út að ég passa mig mjög mikið á að gaggrina ekki hvernig aðrir gera hlutina þegar ég hef ekki innsýn í þá. Til dæmis ég styrktaþjálfari. Ég man eftir þegar ég var svona að byrja og maður var með fullt á öðrum styrktaþjálfum svo að byrja. Svo taka sín fyrstu skref líka. Það voru allir styrktaþjálfum alltaf á poti-prógramin hjá okkur öðrum. Það er svona, særðu hvað þessi var að posta á Instagram, hann að gera svona einhver, þessi að gera svona og eitthvað svona. Og ég áttaði mig snemma á því, auðvitað eitthvað sem algjört bull. En þú veist ekki hvað prógramið Þú veist ekki hvert þau eru að stefna. Þú hefur enga heildarsýn yfir þetta. Þá væri kannski best fyrir það gaggrina aðeins minn út, þú kannski bara gaggrina eitthvað bull, sko. Og þegar kemur að beltunum og þegar kemur að hvort að Kolka sé blátt belti eða fjólublátt belti, hún fjólublátt belti núna, hún varða ekki fyrir 2 mánuðum síðan. Bara that's it. Þannig að ef Kolka nær einhvern árangur sem blátt belti, þá náum þeim árangur sem blátt belti. Og það ekki hægt að taka það frá henni. Og ef ég ætla að vera að púla eitthvað rankirna, ég veit betur það en þið. Punktur. Þannig það. Allir hafa sína skoðun. 100%. Ég ætla að púla ranka á þetta og ég ætla líka að púla það að ég sé þjálfarninnar. Þannig að þegar kemur til þess að vera að ranka einhverja og gefa belti í Mjölni eða Reykjavík MMA eða Atlantik eða eitthvað svoleiðis,
ég sé kannski eitthvað og ég segja, mér finnst þetta ekki. En ég samt ekkert að taka það public. Og eða ég ekki svona að segja það við nemyndur minn, ég passa mjög mikið og nemyndur minnur áður fyrir voru svolítið að koma tíminn eitthvað, Eiður, þessi var á belti, hvað varst þér? Og ég passa maður að vera ekki að segja eitthvað. Fyrst alveg, ég vill ekki vera að tala illa eitthvað svona, að tala illa fólk eða þjálfara. Og þetta er ákveðið samband, það er ákveðið samband á milli nemend og þjálfara, það er ákveðið traust þarna og nemandinn, og þú, Jón, þú hlýtur það ekkert, að þú treystir, hver er aðalþjálfarið þinn? Hver myndir þú segja svona, eða þjálfarar? Bjarki, Maggi og Vili. Þú treystir þeim með það ekki? 100% og Krummi. Nákvæmlega, þú treystir þeim og þú vilt að, þeir eru að hugsa þig og þú bara, ég treysti þér að þeir gera allt það sem þeir geta fyrir mig. Og ef ég ætla að fara að sneika mér eitthvað hérna inn, fyrir að segja, nei, að þeir hafa ekki, þú ert þetta. Og þú veist, þótt ég kannski meini það ekki, ég verið að fá belti og fólk hefur verið að segja svona um mig og ég manalega hafði áhrif. Svona, eitthvað. Mér finnst bara að, þetta er smá, þú veist, ég er náttúrulega svolítið bíónörd, og lifi fyrir þetta. Mér finnst það mjög heilagt samband og mér finnst að og mér finnst að þetta gerir lítið úr fólki og það gerir lítið úr afreikuðis. Þannig að þegar þú varst skráðaður upp í bláa beltið, að vera að kommenta eitthvað að hann er ekki tilbúin fyrir þetta eða hvað sem var hægt að segja. Það gerir svo lítið út úr þessu sambandi og sem þú áttu þjálfarnina og árangurinn sem þú ert að ná. Skilur mig. Þannig að alltaf þegar kolk er að vinna eitthvað, þá er alltaf verið að gera svona er hún samt þetta? Já. Í staðan fyrir að einblína bara á árangurinn sem hún náði. Og þá var einhverjir miklu betri þjálfarar út í heimi sem ég líti upp til. Þeir voru að segja þetta þegar var að vera að tala þeir var að sandbaka nemyndunum sína. Og þeir sögðu, nemyndunum okkar munu endanum vera svartbelti og þeir þurfa að vinna alla hina máða fokkarna á endanum. Hvort sem það er blátt belti, fjólubelti eða svart. Við erum bara að nota þessar keppnir sem æfingar til þess að endanum að verða heimsmeistarar. Og ég líti á þannig með nemyndunum mína. Allir nemyndunum mínu sem eru svona taka þessu mjög alvarlega. Ég segi alltaf við þá, það er ein glíma sem skiptir máli og það eru úrslitin á heimsmeistarmótinu. Allt hitt er æfing. Og þegar krakkarnir mín að vinna eða þegar fullorðna fólki vinnur og stendur svo vel, bara flott, ég hrósa þeim fyrir það. En ég er ekki, þú er samt bara bláttbelti, myndu það bara. Eða, þú ættir að vera fjólublátt, ég er bara aðeins að sandbaka þig, skilur. Og Kolka var pirruð yfir því og ég var að hlusta á þættina og ég var alveg líka smá pirraður yfir því. Vegna þess að mér finnst þetta ekki í lagi að, veit ekki, koma á orð maður á að grafa undan eða kýla niður. Ertu að tala út að við erum kannski að líta meira til þess að Lilja við unni svartbeltingaflokk og... Nei, það er hann að Kolka vann Íslandsmeistarmótið. Já, sem blábeltingur. Já, ok, hún er ekki blábeltingur. Maður er bara, heyrðu, það stendur þetta. Hún kæfti sem blábeltingur og hún vann. Já, við komum með eitthvað kommentum að okkur fyndist þú virka meira eins og... Já, oftar en einu sinni, Og síðan talar hún við ykkur. Mani hvort hún talaði við þig eða þig. Ég talaði við þig í síman, varstu? Man ekki nákvæmlega hvað að spilum við en ég man að við tölum í síman. Og síðan bara næsta þætti þá var þetta aftur tekið fyrir. Og þá var bara svona, ok. Og það er kannski ástæðan fyrir því að Kolka hringir ekki aftur og hún er búin að tala við ykkur annar mál, þar sem hann, eru þið til að láta beltamáli mín í friði, bara milli mín og þjálfarans. Og þeir gera það ekki. Já, ok. Og þegar Kolka var að setja upp hennan post, þá segi ég, Kolka, viltu ekki láta það vita? Og hún segir, ég hef áður reynt að láta það vita og það var ekkert tekið mark á því. Þannig ég ætla bara að posta þessu. Þannig að við hugsuðum alveg, við áttum samtali það. Hún var kannski bara sár yfir þið var alltaf að pöngast yfir beltamálum hennar. Og Kolka, mjög Kolka mjög góð. Já, ég var sammála því. Hún hefur farið út og keppt á móti bláu beltum. Og hún átti bara mjög erfitt með það. Og hún hefur tapað á móti bláum beltum úti. Þannig að hver er blátt belti? Þetta er huglagt mat, en það er ein leið til að vita hvort þú sért þetta level eða ekki. Það er að fara út að keppa. Og við strákarnir í Vappisi erum mjög gagnrýndir fyrir hvað við erum lengi að gráða. Og skiljanlega, okkur finnst kannski aðrir vera fljótur að gráða. Allt til að, á allt rétt á sér. En þetta er huglegt mat. Það er ein leið til að þetta sé bara svona hlutlegt. Það er að fara út að keppa. Kolka er ekki Evrópumeistari blábeltinga, hún er ekki heimsmeistari blábeltinga. Og hún hefur tapað á bara svona
svona B-tier mótum sem blábelti þannig að það alltaf færa rauk fyrir hún sé blábelti sko. Ekki lengur, ég er fjólubelti. En hún fjólbelti. Þetta fór alveg fram með mér og þegar við höfum eitthvað, ég hef kommentað eitthvað svona að, þú veist, mér hefur fundist þú meira eins og fjólbelti því ég glýmti þig þá er ég bara að meina þessum rós sko. Já, og ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað illa gert eða eitthvað svoleiðis en þetta var meira þegar við erum að tala já, hún vann en ég held að það var þannig að fór svo tímið sko. Já, ég skil. Ok, já, við getum tekið til okkar. Þegar við tölum saman síman, það hefur greinilega ekki registerað hjá mér nógu sterkt að þetta beltapunk, ef svo má áður komast, særði þig svona mikið. Já, þetta er eiginlega svona, ég skilði, ég myndi ekki vilja sko draga úr þínum árangri, en já, þetta bara, ég veit að við tölum síman og mér líður eins og við höfum talað svolítið margt í síman, meira en bara þetta beltamál, en þetta bara registeraði ekki hérna uppi og ég bara byrst afsökunar af því. Það var ekki illa meint sko. Þegar ég segi að mér finnst þú vera fjólublábelti, þá meina ég rauninni bara Já, bara er þetta að segja sömu setningu, já, hún vann, en hún er samt þaust. Já. Hún var að kýla niður. Já, ég hef örugglega meint að þannig sko að þú vinnur flokkinn svona, það er ekki bara orðin fjólublábelti, meina svona eitthvað, þú veist, svona eins og að það sé svona næst á döfinni eða að svona það hljóti nú að fara að styttast í það af því þú kannski sýnir eitthvað svona mjög dóminerandi framistöðu í þessum flokki og þú ert mjög dóminerandi hérna og þá svona fyrir ekki að koma því og svona fara yfir í næsta. En Eiður vill púla rank og ég ber bara virðingu fyrir því og Eiður fær bara að púla rank. Það er einhver komment hjá okkur að stingur að sitja 3 karlar og ræða hvað ég að gera betur og hvernig ykkur líður í kapsi. Skam. Meðan við erum með konu þarna sem veit nákvæmlega hvar skórinn kreppir, mér langar að heyra í kolku. Hvað þá? Það bara kemur ekki fram. Annar komment, hvernig er íþróttaumfjöllun konur almennt? Spurningum ekki. Af hverju brugðust konur svona við og sendu ykkur? Það er svona kannski búið að ræða það aðeins fyrir þættunum. Gæti verið partur af stærra vandamáli sem er áhugavert að benda á. Erum við hluti af stærra vandamáli? Ég veit ekki, finnst ykkur, hafið þið tekið eftir að við höfum, einhvern veginn litið fram hjá kvenfólki áður? Er þetta eitthvað svona sem maður situr í ykkur og þetta hafi verið lokað stráið eða eitthvað þannig? Nei, alls ekki sko. Eins og ég sagði áðan að þá er þetta bara þetta orðalag sem að ég stend við, mér finnst það ennþá ekki lægi orðið þetta svona, þú veist að setja svona út og þú veist að tala áðan, þú veist, þeir eru ekki fjölmiðill eða alvöru fjölmiðill. Við erum ekki ríkisreikin fjölmiðill Já, en ef þeir eru fjölmiðill þá eigið alltaf að hafa ákveðin sjónarmið, bara ákveðna reglur sem gild ykkur. Hvort þið bara þið fallið undir það að vera fjölmiðill, hvort þið skráið eitthvað eða ekki, skilur við. Já, eitthvað ákveðna reglur og viðmið, eitthvað sérstætt sem þú þurft á að meina. Já, bara fjölmiðlalögin og sjónarmið og reglur sem gild fjölmiðla fólk almennt. Hlutlægni, upplýsingarnar, þú veist, þetta hvernig þú tók saman tölurnar sko, og það voru bara ekki réttar, skilur við. Það er bara eitthvað sem að, þú veist, fjölmiðl verður að passa upp á að sé rétt, skilur við. Þeir var að stikla á stóru hérna áðan. Nei, þú veist, bara í þættinum. Bara í, þú veist, þú veist, bara hvaða mótur kefta og allt þetta. Svo er náttúrulega erfitt að ná öllum þessum upplýsingum saman eins og við vorum að skoða smoothcomp og það er ekkert eitthvað allt inn á smoothcomp. Smoothcomp er bara svona mitt, þú veist, ef ég er að leita einhverju, þú veist, þá er það bara smoothcomp einhvern veginn. Já, eins og ég sagði við í hljóðskilabónum að þá svona, maður finnur á smoothcomp og maður rennir yfir árið og svona, já, ok, þetta eru upplýsingar þar. Svo gleymir maður eitthvað IBJJF er náttúrulega með sitt eigið database og maður er eitthvað svona, ég gleymdi að fara við þetta gangsa. En það er rétt, við þurfum að virða fjölmiðlalögin. En ég held samt að sko, þú veist, að þetta sé aldrei þannig að við séum eitthvað að horfa fram hjá kvenfólki frekar en karlmönnum. Ég held sé meira bara að stundum þá er ekki nógu mikið eftir af okkar orku og tíma til þess að fara of djúpt onni, þú veist, jiu-jitsu á þessu leveli. Fattiði mig. Þú veist, það er auðvitað í forgangi hjá okkur að fylgjast með þeim sem mestur áhugi er fyrir og þeim sem er að keppa háum levelum og náttúrulega meiri MMA og boxi og þú veist
við hefum náttúrulega reynt að skrifa greinar, þú veist, eins og þig og Sigurdísi og Þröst og svona, en samt, þú veist, þegar öllu á botnin hvolft, þú veist, þá er þetta náttúrulega bara, þú veist, fullorðið fólk sem að keppa til þess að hafa gaman að því. Að með, þú veist, þetta ekki kannski, nú veit ég vil ekki tala fyrir þig, en kannski, þú veist, þess að Þröstur og Sigurdís, ég held að þau séu ekkert eitthvað að stefna á það að verða best í heiminum. Ég held að þessi meira bara að stefna á það að hafa gaman á sportinu og eitthvað þannig. Ég reyndi að geta alveg trúið á Þröstu hann er going places. En samt svona upp til hópa, svona, þú veist, fólk í þessum aldursflokki sem, þú veist, keppa kannski hvítbeltinga, blábeltinga, fjólublábeltinga, að þetta kannski bara ekki okkar fókus og það þú veist, mér finnst alveg skiljanlegt að við höfum þetta ekki alltaf á hreinu, sérstaklega það sem að það ekki allar upplýsingarna bara aðgengilegar, ef við þurfum að taka þetta allt saman, þú veist, þá það bara rosalega mikil vinna. En hvenar það þá í lagi að þið séu ekki með allar upplýsingarnar og hvenar ekki, skilur við? Þú veist, hvenar, akkur þá, þú veist, ég held að það sem ég var að segja á hann með að vera fjölmiðl og það, að kröfurnar að mínu leyti finnst mér ekki geta verið sveigjanlegar eftir því hvernig aðstæður eru hverju sinni, skilur við? Þú veist? Já. Það samt að vera, sko, það lítur samt að vera rými til að gera mistök. Já, algjörlega. Já. En ég hef ekki heyrt hér í dag að þið hafa gert einhver mistök. Jú, við gerum mistök að vera ekki með á hreinu. Við gerum fullt af mistökum, sko, og það er rauninni, skilur við, að glímuflokkurinn, sko, í rauninni mistök hjá okkur að vanmeta hversu mikill svona tími fer í svona áramóta annál. Það eru mistök að, þú veist, vera með einhverja partístemningu í 3 tíma podcasti og þurfa svo að fara að ræða svona óljósasta málið í lokin. Já, óljósasta málið í gangi, já. Og þú veist, að hafa ekki geta gefið sér nægilega mikinn tíma og ekki geta verið með nægilega góða umfjöllun. Það eru mistökin, skilur. En það þú veist, það mann líka horfði til þess, sko, að þú veist, já, þú veist, það eru rauninni bara, það eru mistök í sjálfum sér. Já. En við förum mjög reglulega að hvítutöflunni og förum yfir svona hvað gekk vel og hvað gekk illa og svona, þú veist, ef við aftur eftir þrefaldaðist í trafík á milli ára. Podcastið fór upp 500% í unique listeners og, þú veist, og það bara gert með því að fara reglulega að hvítutöflunni og fara yfir málin, skilur. Og við náttúrulega, ég og Biggi gerum fullt af mistökum. Ég bara, þú veist, ég klúðraði viðtali á Icebox og ég skallaði búrið á Glacial Fight Night, skilju, eins og proper stormtrooper í Star Wars og bara, þú veist, fullt af mistökum og maður fer alltaf á kýntöflun, skilju. Þess vegna finnst mér svona, ég er alveg til að virða fjölmiðlulögin að sjálfsögðu og það þarftu þess ekki? Jú, maður þarf þess eiginlega, sko, vissulega, ég alveg til í það. Ég samþykkur. En það aðalega svona þessi útreið við mistökum sem þetta er rosa sensitive topic, sko. Ég var að segja systur mínu frá þessu. Kolka bara með bræður, ég bara með stelpur í kringum mig, sko. Tengi. Og það urðu alveg brjálar. Maður þurfti alveg bara svona, það eru bara, kannski skilum maður að brúta hvernig þetta var áður fyrir. Það fengu enga umfjöllun og var ekkert, þú veist. Já. Ég er tvíburi. Þú veist, ég ólst upp með strák á sama aldri, sama bekk og sama umhverfi og það einhver mann þurfti alltaf svolítið að hafa fyrir því að fá jafn mikið og jafn, þú veist, í öllu þessu. Þannig að ég held bara alltaf áfram aðeins að, þú veist, láta heyri í mér því ég finn fyrir einhverju svona. Það er mikið, sko, chatið er mikið að tala um að þau vilja gefa þér meiri tíma á mikrofónunum. Hvað á ég að tala um? Hvað vil ég heyra? Já, nákvæmlega, það er kannski, ef það eru spurningar í chatinu, en það er einmitt hérna akkurat leyfið konunni að tala. Takk allan tíman á. Nei, nákvæmlega, ég spyr bara hérna. Þeim er bara vera svolítið lifandi og halda þessu áfram. Viljar vita sérstaklega um þetta topic, hvað Kolka finnstu þetta topic að vilja bara vita hvað Kolka gerði á árinu? Þess að Kolka gerði fullt á árinu, sko. Já, við getum farið við það. Ég sérst byrjaði að fara hérna til Dublin og kepti þar. Það var grappling industries. Já, og vann gull á því móti. Svo fór ég... Bæði við hún rústaði því, sko. Það var alveg vandrarlegt, sko. Já, það var skemmtilegt. Nú langar mér svo að segja. Það er fjólblokk. Nei, við sko, það sem helsta sem við föttum þar var að
hún keppti þá í 30-35 ára Já, og hún fór kannski á móti konum sem voru ekki bara, sem voru kannski meira að gera þetta bara for the fun of it og þær voru svolítið svona, hei, þú komst inn og skemmtir móti fyrir okkur, sko, við ætlum bara konurnar að hittast og glíma og fokka þessu upp, sko. Þannig síðan fór hún að skrá sig í adult, sorry, Kolka, ég ætla ekki að fram í. Og, mástu, minn tími? Fyrirgefðu. Nei, og svo fór ég á keppti á Íslandsmeistaramótinu og það var náttúrulega svolítið erfitt af því að í bara fyrstu glímuna eitthvað þá nefbrotnaði ég og þurfti að klára það allt bara, þú veist, eiginlega sá ekkert, sko. Og það voru skemmtilega glímur, sko, einmitt á móti Lilly. Ég var alveg stigalaus, það var skemmtilegt það mót að það var ekki skora 1 stig á mig, það var það skemmtilegt. Og svo fór ég á IBF mótið úti og fekk þar 2 gull og svo fór ég út á Grappling Industries í júlí og þar reif ég 3 vöðva í lærin á mér í úrslitaglímunni og fekk þannig silfur og ætlaði að fara á Evrópumótið en ég komst ekki það. En ég að fara núna út aftur eftir bara mánuð til Dublin aftur í febrúar. Og svo erum við að fara mjög skemmtilega svona liðakeppni í Oslo. Er þetta hérna OSC? Já. Það sem Krummi var að tala líka. Já, þetta það, við erum með kvennaliðið í því, sko. Er það eitthvað svona þjóðarmót eða? Já, þetta eru Norðurlöndin. Já. Og 1 kallalið og 1 kvennalið frá hverju landi og í rauninni einn aðali hverju belti. Þú veist, í hverju liði, 1 hvítt, 1 blátt, 1 fjólublátt, 1 brúnt og svo tímkaftin sem er svart. Já, það er alveg skemmtilegt. Af hverju ég ekki valin í blábeltinga? Er ekki að maður? Já. Þú var ég að samtala Krumma núna. Já, nú trillist ég. Herru, það er spurningu svar, uppáhald submission eða Kolku? Hversu mörg? Kolku submissioni. Já, reyndar, ég að þróa mitt eigin submission, sko, í alvegni. Já. Þannig að, en örgulega Getur listi? Nei, þetta er svona blanda Það falla meður. Já, þetta er svona blanda buggy og renegade. Þetta er svona head and arm choke þar sem þú notar hend og fót. Ekki bara fætur eins og triangle eða bara hendur eins og arm triangle. Buggy er náttúrulega svona triangle blanda með höndum og fótum. Hún er að gera það, þetta er svona reverse buggy eða ég veit ekki hvað maður þetta kalla. Já, það verður kallað kolkutjóki. Næs. Kolkutjókið? Já. Akkur ekki bara kolkutjókið? Ég sagði það. Mér varstu sleppa uðin, bara kolktjókið. Kolkuðutjókið. Já, ekki snuðið staf. Ok, það er bara... Kolka er drullu góð í triangle. Hún er það. Já. Svona þjálfara inputið þeirra. Hún finnur einhvern, hún er alltaf að gera árás á bakið og fólk byrjar að draga hann af sér og hún er triangle. Já. Þannig að kolkutjókið er uppáhaldstjókið og það veit enginn hvað það er. Nei, hún er ennþá að fatta það sjálf, sko. Já. Bara hljóma eins og svartbeltingur, sko. Já. Hefur þú að gera eitthvað á það á mótið eða? Nei, ég ætla að reyna það núna. Ok, Veitu, ég er samt ræðast að ég er mikill meðslaperri, sko, hvernig er að rífa? Ég er svo hálum í þessi alltaf. Ég hugsaði að vera hvað þannig að segja. Já, reifst 3 vöðva í lærinu. Já. Er það auðminni? Já, sem sagt, ég er í reverse X og er að lyfta andstæðingur með mig og þá allt í nú bara, og hún sagði það með þessa, hún heitir Pia Hagen, andstæðingur minn og er að keppa með þess að Polaris held ég núna en hún sem sagt sagði, hún hélt að það hefði rifnað bólu, sko bara og þá rifnuðu sem sagt 3 vöðvar hérna hliðinni á lærinu, rassvöðin og einhverju 2 aðri litlu vöðvar. Nei, ekki litlu vöðvar. Adduktor Magnús sem er heldur stór og hann að quadricep hérna utanleikandi. Já, það var ríkalegt, sko. Ég get eiginlega ekki ennþá, þú veist það er mjög margt sem ég get ekki ennþá gert. Hún fór í hjólastól heim, sko. Já. Þetta er náttúrulega í London, við erum ekki í, þú veist, Evrópu samstæði lengur, þannig að ég bara, fór í hjólastól og fór upp á hérna bráðamóttöku þegar ég kom heim. Já, það er þetta borgar svo mikið úti. Nei. Já, þetta var ríkalegt, sko. Shit. Það er svakalegt. Ég var bara eitthvað svona, ég held að vera að tala með Evrópusamstarfið og þess vegna hefur fengið hjólastólinn ekki eitthvað snudd. Já, rétt Ég var bara, þau sniðuð skullin. Já, ég skil þig. Ok, það er þetta svakalegt. Ég hefði haldið samt að þú væri lengur frá.
eftir? Ég náttúrulega ekkert alveg komin, ég bara hjá sjúkraþjálfu ennþá og eitthvað sko. Já. Hún var að fá í vikunni og góð, þú mátt byrja að gera allt. Þó að sé vont að þá það allt í lagi. Þú ert ekki bara að eyðileggja þig meira sko. Já. Þannig að hún bara búin að vera að æfa mjög rólega síðan þá sko. Ok, það samt bara, bara gott að þú sért á bataferli sko. Að við ræddum með einhvern mann sko, einmitt að varst ekki að leiðinni á Euros í Róm, var það ekki mótið sem þú mistir af? Já, við söknum því þar, við ræddum það aðeins í þættinu sko, en við hugsaum einmitt að það hlýtur nú hafa verið meiðsli. Já, það var mjög leiðilegt sko. Já. Og þetta náttúrulega mjög lýjandi þegar maður meiðist svona mikið og maður svona lengi að fara aftur í gang. Já. Þú veist, ég er búin að vera núna bara í 4 mánuði, nei meira, hálft árið eða eitthvað. Já. Bara alltaf að bíða eftir að verða betri, svo bara gerist ekki neitt sko. Nei. Þannig að núna mjög svona strikt program Já. að koma mér aftur í gang. Já, Eiður að sjá programmið? Nei, með annan, eða líka náttúrulega, en svo með sjúkraþjálfa líka. Hvað heldur þú verið tilbúin að keppa í febrúar? Örugglega ekki. Hann Það var sagði, ekki 100%. hann sagði að vera líklegt á hérna í Oslo. Já. Þannig að Og þið sjáum hvernig liðið þar. Er það þyngdarskipt líka eða bara Nei. frákvæmdaskipt? Það er svona hámarksþyngd, eða ekki? jú, og við erum alltaf freka léttar sko. Já. Þetta er náttúrulega ekki bara ég held með ekki segja hverjir eru en við erum ekki bara úr okkar tími sko. Nei, já, ok. Ég hugsaði sko að Vappi sé Nei. að þú sagði við erum með hvernig liðið. Nei, Já, bara bara ég Ísland. og tímkaftinu. Já. Ok. Hver fer sem? Nei, þú mátt ekki upplýsa það hver. Jú, Ólöf Ólöf, fer sem svartabelti. Já. Geðvigt. Það er nú bara toppmál. Já, erum við búin að ná svona einhverjum sáttum í þessu? Sko, mér langar að spyrja, þú veist, við erum núna að reyna að þræta fyrir að við séum kallrembur og þú sagðir eitthvað svona, þú veist, ég man ekki nákvæmlega hvað sagðir, en það er náttúrulega, þú veist, þeir sem að lesa hana post frá þér, þú veist, þeir túlka, þú veist, langflestir sem lesa hana náttúrulega túlka þetta sem að við séum bara á móti konum. Finnst þér rangt af fólki að túlka það út frá því að lesa postniðin? Hvað sagður? Finnst þér skrítið að fólk túlki það að við séum kallrembur eftir að hafa lesið póstinn þinn? Já, svolítið sko. Ég myndi halda að eitthvað orðalag í einhverjum þætti væri meira sko ávísun á að við hefum getað orðað þetta betur. Gerum bara betur næst, skiljum. Já. Það er, þú veist, ef ég var að lesa hann post þá var eitthvað svona, já, ok, já, góð ámenningu, skulum reynum að vanda okkur, skiljum. Það eru nokkri sem er búin að heyri mér út af þessu, einhverju svona strákar í kringum mig. Og ég segi alltaf, mér finnst þreytt hvað að vera að líta á þetta svona karlrembu dóti og svona hvern fyrirlitningu. Þau eru allir ég er sammála. Þannig að það eru einhverju sem þú eru kannski ekki að segja það, sem er að sjá hvað þeir að fá mikið skít og eru bara svona come on, sko. Og þegar við tölum við saman ok, við erum fara, hvað ég var að tala jari, það var eitt sem mér langaði að tala var bara, getum við tekið þetta kallrembu dót og kvennfyrirlinga dót og bara ítt til hliðar. Ég er ekki sammála þessu, get ekki talað um fólk, hún er ekki sammála þessu, þannig að þú veist, mér finnst að sýna eitthvað svona hvað þjóðfélagi bara viðkvæmt fyrir þessu. Þau eru svo fljót að hoppa á þennan vagn og bara segjum ykkur fyrir þetta sko. Það er líka bara, þú veist að undanfram 10 ár í fjölmiðlum þá er alltaf að koma upp eitthvað svona að, þú veist, og það verður alltaf eitthvað svona umræða að við viljum ekki að það sé sagt svona, skilur, hvort þú meintir þetta þannig að engar konur eru frábærar, skilur, eða þá að það sé, sko, já, það er bara meiri kröfur og það er líka ákallið mitt, er bara meiri kröfur þetta. Já, þá umfjöllunum konur. Já, fyrir mitt leyti, skilur. Ég get ekki barast fyrir öllum heiminum, skilur. Og það sem mér fannst það líka með kallan, mér bara svona, ég elska glímuheiminn á Íslandi og mér þættu rosa væntum með að væri talað hann svona hífa næst betur upp og væri betur upplýsingur hvað er í gangi og svona. Verna þess að allir frá Samma sem er 6 ára yfir í Þröss sem er 46 ára skiluru og allir þarna á milli, þeir eru að gera rosa flott sko. Já, mjög sammála því. Sko, já, mér finnst sko eðlilegt að túlka þennan post með þeim hætti að við séum að snuða konur umfjöllun með því að deila frétt
MMA-frétta án athugasemda er verið að gera lítið úr afköstum kvenna í íþróttinni. Já, bíóði. Já. Það er alltaf bara sérsamband enda sem póstinn á, á sko. að... En mér finnst skrítið að segja að þú veist, öll línan í Instagram-póstinum snýr svolítið að þessu, sko. Já. Þannig að mér finnst ekki skrítið að fólk taki í þannig að við séum í rauninni, þú veist, að sniðganga konur umfjöllun. Það er eitt Nei, ég er að tala um bíóði, ég er að tala um að þeir eru að segja, auðvitað er þetta þannig að þeir ákveða að fjalla fyrst alla kallmennina, skilur og eru búin að segja að þeir ætluðu svo að gera konurnar, en þegar ég er að skrifa þetta, þá er náttúrulega ekki búið að skrifa um konurnar og að bíóði mitt sérsamband, það er að pósta áfram greininni, sem fyrir mitt leiti segir, býtu, ég er búin að fara ótrúlega ofta á árinu út að keppa, ég er Íslandsmeistari í mínum flokk og opnaflokknum, en það er ekkert sett út á að það sé kannski líka fjallað um það og þeir vita ekkert hvort að þú ætlar að skrifa grein á morgun eða ekki, skilur. Nei. Það er líka eitt bara að, þú veist, ok, segjum að þið gáfuð konunum ekki að mikla umfjöllun og kallandi, segjum að það væri svo að álíkta það sé út af einhver kallremb og kvenfyrirlitningu, það er síðan annað. Þú veist, þannig að Kolka getur kannski verið að segja, hei, þú veist, akkur fá ekki við jafn mikið umtal og strákarnir, akkur fá ekki gott umtal. Hún er ekki að segja, hei, akkur við fáum ekki gott umtal út af þeir eru kvenhatarar, skilur. Mér finnst að þess að kvenhataradót, mér finnst að ekki koma frá Kolku og mér finnst að koma frá fólki sem er að lesa og mér skil ekki akkur þau eru svona fljóta stökkva þangað. Mér finnst það skrítið. Ég skilur þessum alveg, bara almennt í samfélaginu, skilur, ekki tengt ykkur. Það er bara fullt af kannski konum sem voru yngri sem var aldrei fjallað eða eitthvað, skilur, sem bara hafa eitthvað þetta að segja. Já. Það er alltaf mjög mikið af konum sem hafa aldrei, eins og Valgerður, atvinnum boksari, aldrei neitt fjallað hana fyrir við tveir komum með. Ertu að tala um hina fjölmennina, bara Vísu og MBL og allt þetta? Já, sem að við einmitt svona skildum ekki alveg, sko, af hverju, eða sko, því að ég skildi hana pósta hana svo að kannski þetta var ekki endilega, sko, þetta var ekki bein yfirlýsning að við varum karlrömbur og svona, en allavega að það hallaði á konur í okkar umfjöllun og við ættum að gera betur og þetta væri skammarlegt og svona. Og þá var ég mitt svona, af hverju má ekki skammast í hinum stóru fjölmiðlunum sem að fjalla ekkert, sko. Og ég var mitt svo sár á því leveli, skilu, því að þú veist, ég skrifaði held ég bara nánast allar BFI-greinar á árinu, að skiptingur okkar þannig, sko. Þannig mér fannst þetta svo ósöngjörn gagnrýni eða sko ósöngjörn útreið. Ég kalli það bara útreið. Af hverju útreið? Mér bara felt fucked, sko. Ég bara, þannig leið mér bara, skil. Já, mér leiði líka einhvern veginn, skilju. En, þú veist, auðvitað leið mér, var ég sár, þú veist að segja þú var sár, auðvitað var ég sár yfir því að hlusta á þetta, kannski bara með fjölskyldinu minni og það er bara, já, Kolka, fór hún ekki eitthvað einu sinni út og þú veist, auðvitað var það, var ég sári við því líka, skilur þú? Þegar Kolka var að tala um fjölmiðlulaun, þá sagði hann út og hún voru að lista fyrir mig í gær, þá var að gagna upplýsingin sé, þú veist, skýr og þeir að koma gögnunum vel frá okkur, en sinni líka að þótt að sé aldrei hægt að segja sannleikan, að þá þurfa fjölmiðlar að þegar þeir eru að segja söguna sína, segja frá þessu og það er þetta að vera svona endurspegla einhvers konar sannleika og mér fannst annallin ekki endurspegla einhvern sannleika, sko. Mér fannst upplýsingasöfnunin léleg og mér fannst sagan sem voru að segja var bara svolítið svona þú veist, með stelpunar. Mér var strákarnir fá, út af að tala halla meira á stelpunum, mér var strákarnir fá, þótt ég var ekki ánægð með hvernig við tölum strákana, mér var þeir fá meira að Villi flottur, hann er að fara út sem hann áskilið, hann er að standa sig fárlega vel. Stebbi geði flottur og hann er Jón Frank maður, djúið hann er flottur, hann er geggjað að horfa á hann og eitthvað svona og stelpurnar mér fannst það vera svolítið þannig, sko. Já, það var alveg svolítið þannig, sko. Við lentum í klípu þar, sko. Já. Af því að, upplýsingasöfnunin tókst ekki nógu vel, bara vegna aðstæðuna. Og þá kannski verður frásögnin svolítið svona á sama leiti, skiljið hvað við. Og það, þú veist, dóttir mín, hún kom til okkar í gær og var eitthvað, pappi, ég set upp æfingaprógram, það ég ætla að vera best í heimi. Og hún þarf að fá hetjur. Og það er eitt, þú veist, mér langar að hrósa Lilli þótt að ég standi með konum minn og mér veist hún miklu betur alltaf. Það sem ég var svo ánægð með það sem Lilli gerði, ég fann þetta bara smá. Það sem mér fannst Lilli gera fyrir íslensku konurnar var að hún er ein af íslensku stelpunum
og býr hér og æfi glímu hér. Síðan fer hún út og hún fer að æfa fullt á stöðum og fer að lifa svona ævintýra lífi. Með stærstu sko glímukonunum Já, í heimi, veist, þú veist, hún er að gera mjög mikið. Hún er með Fiona á einhverju tímapunkti, Já. þú veist, það er með Nicky Ryan og Já. eitthvað svona bara alvöru gaurar sko. Og ég fann það alveg, þú veist, Kolka talaði með það þegar hún kemur til Íslands aftur og að fara að keppa á Íslandsmeistaramótinu. Og þá voru alltaf stelpunum bara svona, vá, djúst naglir þetta maður, þetta er alvöru gælla sko. Og þú veist, þetta er svo hollt og gott fyrir samfélagið. Og mér veist, út af að við erum að tala um frásægn og hvernig er sagt frá sko, að þá þarf að segja, þá þarf að upphjúfa þessu konu sko, alveg svo þarf að upphjúfa þessu kalla sko. Það var að sé ég fann út að við erum að tala um hvort sem ég var að hnykla á konunum út frá köllum og svona. Og bara í þessu segmenti, ég er ekki endilega að tala um hvort þið töluðu ekki nóg um konur eða það ég veit ég tala mikið um Heklu, ég veit ég töluðu um Já, stelpurnar ég meina og þið svona. hafa skrifað mig og það er ekkert, og eins og ég sagði við ykkur báða að það er þrekverki að halda uppi svona miðli og það er, og ég hlusta á okkur, mér finnst þið mjög skemmtilegir og þess vegna finnst mér þetta svo mikilvægt að þetta komi rétt út konundar allavega. Þannig að það er ekki, og ég get alveg sagt það hér að ég upplifi ykkur ekki sem einhverja kvenhatara sko, eða eitthvað svoleiðis sko. Alls ekki. Það er svolítið núna samt bara sentimenti í samfélaginu eftir þennan post. Sko. Og þú veist, og við erum búin að fá, þú veist, bara, ég veit ekki hversu mikið, meir en 20 skilaboð, bara, maður skammast okkar og eitthvað svona, þú veist, þannig að það er alveg greinilegt að, þú veist, að það er mikið að fólki bara reitt út í okkur og við erum svolítið bara að koma með þennan stimpil núna. Ég ætla ekki að segja sér rétt, en er hægt að skamma sín á þess að vera kvennhatari. En svo það er oft sagt um mig, ég er með færri stelpur en ég væri til að hafa. Þú veist, ég er með nokkrum flokkum, er svona góður stelpuhópur og það er alveg komist tíminn og það er bara svona eyður, þú ert ekki að gera nógu mikið til að vera upphjóða stelpunar og okkur svona. Og ég segi oft bara, þú veist, það er rétt og ég veit ekki alveg hvað ég á að gera, sko. Því ég næ ekkert jafn auðvitað til stelpna og stráka, ég næ mjög vel til stráka, ég næ ekki alveg vel til stelpna. Og ég svo, ég myndi taka ég fagnandi að kæmi einhver glímukona inn í starfið sem væri bara svona eyður, step aside, ég ætla aðeins að peppa þessar stelpur upp, sko. Skiljið hvað við, þannig ég skammast mín alveg smá og svona, ég er ekki alveg að ná að standa mig vel í þessu, þó, þú veist, þó ég sé ekkert endilega kvennhatari, sko. Skiljið hvað við. Það strákarnir líta bara upp til mín og bara, wow, og þeir eru ofta eitthvað, Eyður, hefur þú einhvern tímann tapað glímu? Með eitthvað svona, sko. Og það væri svo öflugt að fá einhverju konu og ég stundu verið að fá Kolku, sem því mér hefur bara annað að gera, fá einhverju konu inn sem stelpunum geta litið upp til, sko. En það sem ég velti fyrir mér er að nú ertu búin að segja tvisvarsinnum að sentimenti sé að þið séu kallrembur og þið fáu ekki sponsa og að þið séu bara umtalið öllum kaffistofunum að þið séu kallrembur og svona. Og ég ætla ekki að bera ábyrgð á þessu, sko. Þú veist, mér líður svona smá eins og til að segja ég beri ábyrgð á þessu og færslan beri ábyrgð á þessu. En það sem ég ber ekki ábyrgð á þessu sem að þið eru að tala um, sko. Já, samt, þú veist, þú kvótar nonna og þú tekur nokkur orð þarna út úr kvótinu en stillir þessu samt bara upp í gæsalöpum eins og þetta sé beint kvót frá honum og svo, þú veist, fullyrðingarnar sem fylgja er bara, þú veist, þeim fannst alla svo lélegar þegar ákveðu bara að kasta þessari viðurkenningu og græmi að velja bara einhverja útlenska stelpu eða eitthvað. Þú veist, það stóð eitthvað svona þannig. Útlenska stelpu? Nei, og sagði eitthvað að við höfum gefið Lilli þetta út af okkur fannst enginn af þeim sem tilnæmd nógu góð. Það stóð í póstinum. Já, það var bara þannig algjörlega þannig sem ég upplifði þetta. Af því þú segir, já, við verðum eiginlega bara að láta hlustendavelin ráða þessu. Þetta var svo jafnt allt. Og svo nei, við veljum bara, þetta eru þessar þrjár, þú veist, svona eitt mót hjá þessari, eitt hjá þessari, veljum bara þessa þarna. Þú veist, það var eins og ég upplifði þetta. Og ég held að margir aðrir hafa gert það líka, sko. Já, og það er alveg sanngjarnt að upplifa þetta þannig, skilju, eins og við erum búin að takla, skilju, þá var upplýsingin ekki nógu góð og, þú veist, maður kannski fer yfir smooth comp og það er ekkert allt þar og eitthvað, eins og ég sagði við þið, skilju, ég hefði sérstaklega, þú veist, ég sendi hljóðskilabóð og sagði bara, heyrðu, ég var í sundi og hugsaði til þín og ætlaði að fara að senda skilabóð, en þá var náttúrulega þetta byrjað, sko. En ég held að sé ekki hægt að annað en að segja að, mér finnst ábyrgðin svolítið svona liggja þín megin fyrir að hafa, skilur, gert þarna post án þess að, þú veist, senda okkur DM eða senda okkur persónuleg skilaboð og þú hafðir svona sem í hljóði svona að því ég vissi ekki að ég væri komin í einhver svona
ekki hringi hennar gaur lista hjá þau skilur að þú væri búin að gefast upp á að hringi með að senda mig skilabóð sko, ég hafði ekki hugmynd það og svona, ég get ekki séð skilur að því að þú veist, þú sendur okkur ekki DM fyrirfram, kemur hennar post og svo ég eitthvað svona að biðja þig að tala við mig bara svona persónulega og þú svona, já herru, ég held þessi betra að við ræðum þetta bara í podcastinu og þannig að þetta fær svona að krauma bara, skilur, þetta krauma bara í samfélaginu skilur, í viku núna og ég meira þess að spyrja skilur, finnst þetta réttlætanlegt og fæ svo staðfestingu frá því skilur að þið finnst þetta bara 100% réttlætanlegt og það særir náttúrulega rosalega mikið líka. Hvað finnst mér réttlætanlegt? Hvað ertu að spyrja? Að gera póstinn skilur. Já, mér finnst það réttlætanlegt. Og ég var að taka undir, mér finnst réttlætanlegt að þú gerir póstinn en mér finnst, og hún auðvitað startar umræðina en hún stjórnar ekki endilega og ber ekki ábyrgð á því hvert fólk tekur umræðina. Auðvitað hún getur ekki bara ábyrgð á neinum öðrum en sjálfum sér. Og hún má alveg segja, ég ósátt með þetta, mér finnst þið vera að ekki sína konunum jafn mikið svona, gefa þeim jafn mikið spotlight á köllunum. En að kaffistofu umræðan bara í að þið séð einhverjir aular, það Kolka ber ekki ábyrgð á því. Hún getur ekki borið ábyrgð á skoðum annarra. Þess að hvernig þetta sett upp samt. Já. Og stráka mjög sleðilegt að fólk sé að kalla ykkur þetta. Ég ekki, þú veist, eins og ég sagði, alltaf því ég tala um þetta í private samtölu við aðra, þá segir ég ekki sammála þessu kattrembu dóti, sko. Og mér finnst það leiðilegt að sé að koma fyrir, en það er ekkert að skella ábyrgðinni á Kolku hvernig einhver annar talar um það, sko. Þó ég skil að hún byrjaði einhverja umræðu, sko. Já, við þurfum eiginlega bara að vera sammála um að vera ósammála þar. Af því að ef ég byrja eitthvað svona sem ég bara svona kalla hálfgerða herferð skilur, að ég upplifi þetta sem bara herferð af því að kemur svo mikið af repostum og kemur svo mikið af drullið sko að þá finnst mér svona sá sem að leiður hópin eða startar einhverju að hann beri ábyrgð á því ég tek því þannig sko og þú búin að segja skilur og þú skilir og að þetta sé persónulegt sko og ég tek þessu tiltölulega persónulega sko þannig mér líður svona eins og Kolka hafi í rauninni byrjað herferð sem í gegn mínum störfum skilur af því ég tekur svona alltaf rosalega persónulega og þannig að já og við þurfum þá bara að vera ósammála eða sammála um að vera ósammála að hún beri ábyrgð eða þú beri ábyrgð eða ekki en mér finnst þú bera ábyrgð á þessu og það þú veist 15 lótan MMA-fréttir væru ekki með hennan stimpil á sér sem við erum með í dag ef þessi póstur hafi ekki komið já. Þú veist ég held að það hafi ekki margir túlkað þetta á þennan hátt sem að þú túlkar þetta á. Mér finnst í raun og verunni svona hálf unreasonable að hlusta á það sem að Nonni sagði og finnast hann virkilega að vera að bara skýta yfir konur. Já, þú veist, það er líka bara svo úr takt við 50 lútuna. Já, að maður fá ekki svona benefit of a doubt, sko. Sko, að vera ekki búin að safna upplýsingum hvernig konuna stóðu sig og bara svona einhvern veginn ælis út. Það er disrespect. En það er að sama með Stebba og Halldór og strákum. Já, ég er bara ekki í þeim. Það er alveg rétt. Það er rétt. Það er líka svolítið distinction er að við erum ekki standa okkur nú vel í B og J. Það er mjög valid athugasemd. En gagnrýnin að við stöndum okkur ekki nógu vel þegar kemur á kvenfólki, finnst mér bara bull og vill. Sko, í þessu segmenti þá taliði vel um Villa, talið vel um Jón Frank og þau talið vel um Stebba. Þeir eru allir skilur að tala vel um sig út að þeir eru allir að stóðu sem mjög vel á þessu ári. Það er ekkert talað vel um þessa 4 stelpur. Það er svona, það er sagt... Jú, hún er að tala eins um Lilly og hún sé að gera eitthvað svona... Þú veist, hjálparstarfið, peppa hjálparstarfið. Sko, já, mér fannst stelpunar ekki vera teknar upp og ítt upp á einhvern stall og svo að sjá hvað eru að standa sig allar ógislega vel, þær eru svo jafnar herru, sem að velja Lilly mér fannst það ekki vera mér var strákanir nokkru strákum ítt upp nokkru strákum voru skildir eftir mást ekki ítt stelpunum nóg mikið upp ég get verið sammála því ég tek það til mín já það er það já en svona í svona framtíðarspurning sko, hvernig verður þetta í framtíði ef maður heldur ekki rétt á spilunum og klúrar einhverju? Sinnum 10. Þú veist, það og eittina, þú veist, ég get skilað þessu þú veist, ég hef ekki lent í þessu, en ég get ekki skilað, en ég get reynt með að setja á spóra að þetta er svo ömulegt.
ég hef ekki trú á því að þið séu að fara brott út af þessu sko. Út af því ég veit að þið eruð ekki kallrembur og eru ekki kvenhattarar. Ég hef trú á því að þið eru að koma miklu sterkari tilbaka sko. Þetta er kannski bara þjálfarinn í mér sko. En þú veist, ég ángriðist Við finnum allan að klálega, þú veist, að það er búið að eitthvað kveiki einhvern eld undir okkur og þú veist, þetta, þú veist, núna erum við bara svona, oh shit, nú þurfum við að, þú veist, halda á spöðunum, þú veist, það er neikvæð umfjöllun, þú veist, það er komið einhver svona, þú veist, bútur af samfélaginu sem bara lítur á okkur neikvæðum augum allt í einu. Mér finnst persónulega, sko, ef ég upplýði skilur hvernig væri fyrir mig persónulega að fara niður í Vatn BC og sérstaklega inn í Gelluglímuna, ég fæ bara svona ónotar tilfinningu. Mér fannst það sem særði mig eiginlega mest var, ég sé hennar post seint kvöldið og ég og nonnum tölum eitthvað saman og við ætlum bara heyrist á morgun og svo vakna maður, ég opna síðan minn þá bara eitthvað ég hef verið removed út úr Vatn BC chatinu, þú veist og þú líka. Já, ég líka. Þannig að þú veist, okkur líður bara eins og við séum ekki velkomni lengur. Já, ég get skilið það. Já, og bara einhvern veginn og alveg svona einhvern veginn engin orð eða maður fær enga meldingu eða eitthvað. Þetta er náttúrulega svona okkar helsta, þetta er bara eitthvað svona meme-grúpa og vera posta. Já, þetta atvikaðist ekki rétt vegna þess að það var ekki persónulegt. Það er kannski hægt að biðjast afsökunar á því. Já, og ég biðst afsökunar á því. Af því það var ekki þannig að það átti persónulega að taka ykkur tvo út úr hópnum. Það var þannig að ég postaði í Vatn BC grúpuna og sagði, heyrðu, ég var að posta þessari færslu í þetta, endilega sýniði stuðning. Og ég fer svo inn í chatið og sé að þú ert búin að sýna það. Ég hugsaði, býtur og akkur er hann í þessu chati? Fer og tala við þjálfarinn og segi, býtu, er þetta ekki bara Vatn BC chat? Þeir eitthvað, nei, við vorum með chat á Messenger sem að var bara fyrir Vatn BC og þetta var svona opið fyrir alla. Núna er það chat ekki til, þannig að við ætlum að taka til í Instagram chatinu og removeðu fólk, skilur. Það er bara svona óhefnileg tímasetning. Já, Kolk kom tíminn og sagði bara, Eiður, sérðu hvað gerist? Þeir fjarlæga þá. Já, þetta var mjög óhefnilegt og það var ekki meiningi. Þú vildi ekki senda ykkur skilabóð og útskýra að þetta chat hefur verið svona okkar helsta upplýsingaveita inn í glímstarf Vatn BC, skilju, og getur maður fylgst með hverju fá belti og svona og þú veist, saman hvort maður skrifir grein það eða bara minnist á það í podcastinu eða eitthvað, þá hefur þetta verið svona okkar helsta upplýsingaveita, sko, þannig að frá okkar bætinu sér þá kemur eitthvað svona herferð og það er verið að biðja meiri umfjöllun og eitthvað, og svona, já, ok, og maður er bara tekin út chatinu á sama tíma. Líka mjög stóð, ég hef náttúrulega ekki mætt á glímaðingu upp í Vatn BC í 1,5 ár núna síðan ég meiti mig eitthvað, en ég vil samt, ég er ekkert endilega hættur að æfa, langar óslega mikið að koma aftur og ég elskaði að vera með ykkur í morguntímunum þegar ég var sem duglegastur í jiu-jitsu og mér fannst þetta sárast af öllu, bara að sjá bara removed bara from the group, bara eins og ég væri eitthvað. Já, sorry maður, það er it's on me, sko. Og líka sem ég langaði að segja var að skilabóðum sem þú sendir mér, ég kunni mjög mikið að meta þau. Veistu, já, þú veist að það er baðst afskunar og eitthvað, mér þótt mjög væntu það. Já, þetta group remove dæmi, það stakk. Ég bara svona misti virðingu. Þetta var eiginlega bara svona, þetta var, já, eiginlega hálf skrítið. Gott mál. Maður ber svo mikla virðingu fyrir þjálfunum sínum, þú veist, þú og Daði og sjá bara Daði Steinn bara pjúm, veist við okkur. Maður bara, old sensei. Já, það stakk maður, sé hvað það var slæmt. Herru, já, sko, ég veit ekki hvað við gerum nákvæmlega í framtíðinni, Biggi. Ég held að, sko, útgangspunkturinn frá þessu sé að, þú veist, miðað við okkar svona tíma og resources sem við höfum, þú veist, að við höfum verið að reyna okkar besta, þú veist, BJJ er ekki nógu ofalega á listanum okkar, þú veist, og er ekki að fá greinilega nógu góða umfjöllun frá okkur. Nei. Þannig það er spurning hvort að við gerum þá núna eitthvað distinction og fjöllum þá bara þú veist, upper belts, eða bara svartbeltinga og eitthvað stórt og getum þá kannski frekar tekið á móti aðsendum greinum, af því að greinilegt að við erum ekki ná að gera þetta nógu vel. Já, þannig við vorum alveg búin að diskutera það svona fyrirfram, sko, af því að þetta er búið að vera bara kemur rosalega illa út, skilur við, og náum ekki að halda nógu vel þetta. Þannig að við ákveðum eiginlega bara að,
þú veist, ef það kemur ekki svona almennleg lending að það verður eiginlega bara þessi dálkur svona bara tekin út, eða við munum ekki, þú veist, skrifa eitthvað almennilega greinar, eða við skrifum ekki sjálfur greinar nema bara þú veist, svartbeltinga sem að keppa úti, tökum móti innsendum greinum, en þú veist, fjölmiðlalög og upplýsingasöfnun og þú veist, yfirgripið og svona og eitthvað svona póstar án þess að fá skilabóð, skilur, það er bara þetta er of slæmt, sko þetta er, já Má ég spyrja eitt með það? Já. Segjum bara hérna í öðrum heimi, þessi kolka hefði sagt herru, ég er að fara að posta þessu á eftir bara láta þið vita, síðan posta hann þessu hefði það breytt einhverju? Það væri... Já, það er meira viðbúin, sko. Því það er sjokk að fá þetta, bara allt í hennu bara eitthvað 20 manns búið að taka 50 lótuna í einhver stóri og bara hvað er í gangi hérna? En hefði það breytt umfjölluninu eitthvað? Það er kannski verið fljótar einhvern veginn bregðast við eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, við hefum allan að geta... En ég hef kunnað með það. Já, og það hefði allan að geta átt að einhver dialog, skilur. Eins og bara með greinar, það hefði allan að geta sagt, skilur, þetta er bara allt í vinnslu. Og svona, þú veist, og þetta er bara, já, svona tiltölulega leiðileg og svona leiðileg, erfið ákvörðun líka. Af því að ég hefði, af því að það kostar í rauninni tíma og peninga að, þú veist, af því ég hef alltaf litið á þannig, skilur, að ég elska jiu-jitsu persónulega og myndi frekar sko æfa jiu-jitsu í friði, heldur hann að fjalla það í eitthvað svona ófriði. En hérna, það kostar bara tíma og peninga að byggja upp senuna, búa til stjörnur og svona, sem ég er alveg til í að gera. En þarna kemur eitthvað svona svo harður mínus að móti, af því að þetta er svo mikið og hart bakslag. Og það myndi breyta ógeðslega miklu að vita fyrirfram að maður sér í einhverjum svona, ekki, veist, að þú nefnir ekki hringið mér, skilur, það er gott að vita það fyrirfram og að fá að vita fyrirfram, þú veist, af hverju maður er fjarlægur úr grúpunni, að sjá allt í hennu bara á Instagram að það er eitthvað svona herferð í gangi og þú veist, án þess að vera með eitthvað dialog, skilur, og svo sendir maður eitthvað svona herrun en ekki að spjalla við mig, skilur, ég opnaði mig bara mjög mikið við þig í mínum skilabóðum, þó þú kunnir ekki metta þau jafnvel mikið á byggaskilabóð, að þú veist, þetta var bara virkilega ömurlegur tími og ég myndi einhvern veginn ekki vilja riska því að svona eitthvað brjóta fjölmiðlalög, standa mikið nógu vel í upplýsingasöfnunni, óvart tala niður til einhverja kvenna og eitthvað svona vesen. Og þá er maður bara, þú veist, þá einhvern veginn, þú veist, er bara betra að gera það ekki. Ég veit sko fyrir mitt leyti, kannski var það ekki alveg svona ríl, en í smástund var maður langar bara að hætta þessu. Langar bara að leggja þetta niður og bara ganga burt frá þessu. Ég var í til að kveikja í öllu og bara ganga burt við. Er það ekki bara svona stráka velkomnir í klímuheimin á Íslandi? Jú. Ángríns út af því að tala hvað leggið mikla vinnu og er ekki fá borgað og allt þetta. Jú. Það við rætt einhverja þjálfara sem eiga gymmin hvernig þetta er sko. Jú, ég gerir mig alveg grein fyrir, þú veist, að þetta er að þessi hark sko. Þannig að ég ber virðingu fyrir ykkur út af þeir að tala íþróttafólkið sem ég er að byggja upp. Þetta er svona, og ef ég myndi óska einhvers þá væri það auðvitað þið gætuð fengið meiri tíma og peninga til að gera þetta sko. Það væri betra fyrir alla. En eins og ég sagði við þig í skilabóðum, þá væri ég búinn að skipta vinnu, af því ég væri búinn að endurraða öllu, skilur, af því að umstangið og umferðin er búinn að aukast svo mikið að ég hefði bara þurft að skipta vinnu, endurraða öllu upp á nýtt og væri komin, þú veist, frá og með 10. janúar, þá hættir þetta 200% vaktaálaga dæmi þar sem ég er að vinna, skilur, 2,5 sólarhring í einu og þá hættir það og þá hef ég svo miklu meiri tíma til þess að sinna MMA-fréttum og með betri búnaði. Eitt út af þeirra lendi því núna þessu kallaði kvennadarar eða eitthvað svo leiðis. Hafið fylgst með umræðan Brynjar Karl? Körfuboltaþjálfari? Hann er ekki talað um kvennhattari, hann er líka barnahattari og umræðan er bara komið illa fram við börn og illa fram við stelpurnar sem hann að þjálfa. Og þú veist, hann lætur það ekkert á sig fá sko. Ég þekki hann persónulega og vann svolítið með honum á tímabili og hann hafði trú á því að það sem hann var að gera væri gott og rétt og þegar hann fekk svona skítkast, ég get vel trú honum fannst það mjög erfitt og fjölskyldunum hans fannst það mjög erfitt hann kom alltaf on top of it og síðan lendir hann í einhver öðru og hann kom aftur on top of it og það sé ég svolítið búin að segja í gegnum þáttinstrákar þið eruð að fara að koma on top of it eða hættið að vorkina ykkur Thanks coach. Bara, þú veist það er mín tilfinning. Já. Þú veist,
Ég mun posta þessu myndbandi sem mín gagnrýni á okkur. Ég vona að það verði ekki eitthvað punktskot, sko. Og þetta eiginlega bara, sko, ég elska glímuheiminn, ég og þú elskir glímuheiminn og þið langar alltaf einhvern veginn á joinan. Og þjálfararnir, fjölmiðlarnir og gyminn, þið þurfa alltaf að standa saman og byggja upp. Við erum með killera í kallaflóknum, við erum með killera í kvennaflóknum og við erum bara að fara að láta gerast. Er það ekki? Er það ekki svona góð, svona sátta dæmi í þessu? Auðvitað ert þú sárut í Kolku. Kolka er sárut í þig. Ég með þess að sárut í ykkur strákar. Þú veist að með þetta belta dót og eitthvað svona. Ok, ítu við bara til hliðar, skilurðu. Hvort það sé fyrirgefning eða ekki fyrirgefning, bla bla. Þetta er lítleimur, þetta er hark. Við erum að fara að láta virka. Er það ekki? Jú, vissulega. En ég held að ég og Biggi tökum okkur bara tíma til að, þú veist, endurskipuleggja, þú veist, hvernig við hægnaðum okkar. Ég er með glímót, ég held glímót 5 sinum og sorry sé að gripa fram fyrir. Glímót 5 sinum ári. Það þarf umfjöllun. Hvað getum við gert svo að glímumóti mitt fá meira umfjöllun? Innsendar greinar. Já. Ég held það. Þú veist, já, það allan eins og staðin núna, eins og þú segir, þú veist, bara, þú veist, það krafa og alls konar. En af hverju fellið þá nefaleikana? Þeir þurfa ekkert að senda þeim. Þeir borga okkur peningi hverjum einasta mánuði. Við erum í alls konar. Já, það er svona í að, sko. Já. Það bara... Við erum alveg tilbúin að taka á móti pening frá BDI, sko. Já, það er ekkert mál, sko. Ég er ekki BDI, sko. Nei. Já, þú veist, við bara tökum þá umræðin. Þannig er ég að spyrja, sko, með áhuga. Að fjallum eitthvað snýst áhuga. Ég get talað stelpurnar á þessu ári, eða 2005 þarf að segja, en að ég hef áhuga á því. Ég hef áhuga á kona mín er að gera þetta og dóttir mín. Ef þau spurt með 2004, kona mín var ekki að keppa. Ég hafði engan áhuga á því. Ég hefði ekkert það að segja, skilur. Þannig að ef ég er að segja við ykkur, hvað getum við gert hérna umfjöllun á glímu, meira þess að barnastarfi í glímu. Hafið áhuga? Já, svolítið. Að þú sendur okkur grein? Ok, það finnar ekki mikill áhugi, sko. Já, ég segja, þú veist, frá og með, þú veist, að því að þetta er náttúrulega ekki alveg kannski svona draumalendingin, þú veist, Kolka til þess ekki bara ábyrgð og var svona hálfur hissa að við varum að biðja eitthvað svona fyrirgefningu, skilur við, það komið svona stimpill á okkur, við náum ekki að halda utan þetta og þá er þetta bara svolítið svona, ég get ekki... Já, þannig að, sorry, ef ég sé að skilja þér rétt, þá ef við höfum náð betri lendingu í þessu podcasti, þá hefðu þið haldið áfram að fjalla glímu en vegna þess að... Þetta er náttúrulega mér að gera. Nei, kannski meira, við vorum kannski að vonast eftir þú veist, einhver afskorunbenni eða eitthvað en það hefur, þú veist, það er aðalega bara það, þú veist, að greinlega ef þetta eru, þú veist, viðbröðin frá fólki með okkar vinnu, þá er greinlega að við náum ekki að gera þetta náðu vel. Nei, þú veist. Ég trúi ekki að ég heyri þetta. Ég trúi ekki. Nei, þú veist, þetta er ekkert eitthvað svona forever, skilur við, en við þurfum allavega að, þú veist, við þurfum allavega að taka einhver tíma og bara svona, hvað getum við fjallað skilur við, upplýsingarsöfnin er mikil og hún er hörð, gagnrýnin verður hörð og vont að mistiga sig. Kjartan Valur kom með eina, hann frétta af þessu og sagði eitthvað, á hverju sendur strákarnir ekki bara þjálfurinnum, bara hei, við erum að fara að vera með annál, komum með topp 3 í kalla og kvennaflokki og við skulum tala það. Hérna eru nokkrir svona tilnefningar, Hend á mig og Daða, Bjarkaþór, Magga, Krumma, strákan í Mjölni, Stefán, Kristján, Atlantik, Halldór, Valla, skilur Það er fín hugmynd. Heldur að við viljum ekki koma okkar fólki á framfæri, skilur Jú, 100%. Sem dæmi, sko. Já, en svo hugmynd, mér datt þetta ekki í hug, sko, og svo hugmynd kom ekki til okkar. Nei. Ég er að heyra hann í fyrst núna. Já, en við sjáum bara, þú veist. Ef við vorum náttúrulega, þú veist, það kemur að MMA og boxi sem er náttúrulega meiri fókus hjá okkur, þú veist, þá, þú veist, af hverju er það? Út af áhuginu þar. Þú veist, við sjáum, þú veist, Icebox er að selja, þú veist, 2000 miða, Glacier Fight Night verður haldið núna í framheilumilinu, örgulega með eitthvað svipuðu, þú veist, það er ekki, þú veist, þú sérð ekki þessar numbers af spectator sem er að mæta til að horfa á Íslandsmeistaramóti í glímu eða hvort sem að sé... En þarna móti sem að Kristján hélt, hvað ég... Unbroken deildin. Það var nú ágætt. Þú veist, það kannski 100 manns eða eitthvað. Já, en það var flottasta glímumót sem ég hef séð á Íslandi, sko. Já, og segir hvernar, allan á minni reynslu, hvernar flestir voru að koma á glímumót þegar Gunni var að keppa. Á hverju, það hann er stjarna. Þannig að glíman þarf á stjörnu að halda. Já, 100%. Það er alveg, ég er alveg sammála því. Þess vegna viljum við náttúrulega líka, þú veist, þetta sem við vorum að hugsa með að, þú veist, kannski biðja á frekar aðsenda greinar og
þú veist, þegar kemur að hvítum og bláum beltum og svona, líka bara svo að við getum þá, þú veist, tekið betur á, þú veist, villa á þessum upper belts og þessum stjörnum í jiu-jitsuinu. Þú veist, þá getum við sinnt því út að við erum líka alveg búin að vera, þú veist, ekki að fjalla nógu vel jiu-jitsu á hærra leveli og þá losa það bara tíma og resources til þess að fjalla betur þessar stjörnur og þá aðeins, þú veist, getum við ekki alveg haft fókusinn á öllum sem að keppa í hvítbeltingaflokki á Íslandi. Því það bara drullu, þú veist, jiu-jitsu þó það sé ekki vinsælt spectatorsport. Það voru ógeðslega margir að æfa og keppa og, þú veist, eins og fyrir mig, ég þekki eiginlega alla í boxinu bara, þú veist, sama hvaða liðið eða hvað eru gamlir niður í bara úlinga einhvern veginn. En þú veist, í glímunni, þetta er bara svona hafa fólki sem ég bara þekki ekki, sko. Og maður kynnist alltaf svona aðeins meira og meira, eins og þegar við tókum, veist, ég fór hringinn í sumar og fóru landsmiðar gyminn, sko. Þá kynnist maður hellinga á okkur liði og maður svona kemst betur inn í þetta, alltaf betur og betur. Eittina sem þeir alltaf segja, já, við getum ekki verið að fjalla hvítu og bláu beltin og svona. Við viljum bara fjalla svörtu beltin. Ég kannski skil það eins og ok, við getum ekki verið að fjalla svona fólk sem ekki í topp 5 í hverju sinni. Við erum að tala bara toppin. Einhver að tala að þið ættu að vera að tala einhver aðra en topp playera? Eins og annállinn, það var bara topp playera, eða ekki? Jú, en þú veist, en samt, þú veist, við erum að, þú veist, eins og í kosningunni, þú veist, þá þetta meira og minna blábelti, fattar við. Það er alveg skilnilega alltaf við sem ekki með allt á hreinu hvað blábeltin gerðu. Nei. En þú veist, getur ekki diss á boxið eða MMA-ið, en top dogs í boxinu og MMA-inu, þetta ekkert einhverjir elite keppendur, skiljið mig, þetta ekki svartbeltingar en maður myndi setja ykkur merki á það, sko. Þess vegna sagði ég ætla bara að taka þess að tala top dogs þegar ég tala stelpurnar, þá bara tala bestu stelpurnar þegar tala strákana, bara tala bestu strákana. Það er enginn að biðja einhverja meir umfjöllun, þau þurfa ekki að tala hann inn að Þorstein sem að taka þátt í fyrsta mótinu sinu og hvítur leik, sko. Út hvað við? Bara að tala þá sem að skara fram úr sama hvað belti þurfum með, belti skipta engu máli, sko. Vitum það alveg. Auðvitað eins og ég að tala um Lilja og gaman að fá beltið utan sig, sko. Ég fór næst að gráta þegar ég fekk svarta beltið mitt, sko. Sjálf var hann bara, gaur, ekki bara fokkin gráta. En við erum bara að tala fólki sem best að hverju sinni. Og já. Ég bara, við diskutirum þetta bara, hvað við tristum. Já, og þú náttúrulega, þú veist, jú, þetta er kannski ekkert eitthvað hugmynd sem alveg búið að negla niður og sjálfsögðu náttúrulega ef það eitthvað blábelti, fjólblábelti sem að fara, þú veist, út á einhver stór mót og eitthvað, þú veist, þá þetta að fjalla það, en þú veist, það er kannski erfitt fyrir okkur að, þú veist, hvað vera hvítur á leik og vera með allt hérna á hreinu, þú veist, hvernig allar glímundar spiluðust og, þú veist, eitthvað þannig. Þannig að við þurfum kannski, mér finnst það allan, við þurfum að gera eitthvað svona distinction þannig á, sko. Já, upplegið var bara, þú veist, þetta væri bara svartbelti og ofar og allan bara, þú veist, byrja þar, þú veist, það er stjarna, þú veist, Villi gæti alveg verið glímustjarna. Þannig að það er ekki að tala Breka og Stefán, það þeim brúnbelti. Já, nei, þú veist, þetta er bara inconclusive, eins og við skiljum, það er bara ekki alveg ákveðið, skiljum við, hversu mikla umfjöllun við getum gefið og, þú veist, með annálinn og þú veist, við viljum frekar að, þú veist, MMA umfjöllunin, það er Gunni fyrir að berjast, að Aron Löf fyrir að berjast. Við viljum frekar að það sé upp á 10. Frekar en að það detta eins niður í 9 til að lyfta blábeltingaflokki í jiu-jitsu upp í 6 eða eitthvað. Algjörlega. Og frekar þá bara, þú veist, ef það koma einsenda greinar, þá það bara frá fólkinu sem sjálft, þú veist, þessi þjálfurunum eða bara bardagmönnunum sjálfum, þá þetta miklu nákvæmara heldur en ef við erum eitthvað klórugur hausnum bara yfir, þú veist, hvað gerðist á þessu blábeltingamóti. Stundum ekki til vídeóupptökur á því hvað gerðist og þannig að við getum ekki vændað og við höfum reynt að streyma og taka upp sjálfur, sko. Þannig að það svona upplýsingasöfnunin getur verið rosalega erfið í þessum flokkum. Finnst ykkur auðveldara að safna inn upplýsingunum hnefalegana? Nei, við erum bara meira involved í því. Já, svo líka Garpur með Icelandic Boxing YouTube og svona. Þannig að allir boxbartar, ef við streymum ekki sjálfur, skilu, eins og við vorum með samning, eða erum með samning með HNI að koma og streyma, sko. Að ef við náum ekki að sinna því þá Garpur með upplýsingasöfnum, sko. Og það líka svo gott með Garpa, þú veist, við förum á eitthvað hnefalega mót á Laugardegi
og þurfum að taka upp þátt á mánudegi, en Garpur búin að uploada þessu bara laugardagskvöldið, þannig að við getum gert alla undirbúningsvinnungun á sunnudaginn, komum bara gett undirbúnir í þáttinn. Þannig einhver fyrst erfiðar að safna upplýsingum glímuna. Já, með þess að tölvust erfiðara. Og það eitthvað sem þið getur þó sagt við bíóð í að þeir þurft að sinna betur? Já, ég held að það ekki, já, þeir mættu alveg safna betur upplýsingum, sko. Líka bara með eins og með glímumótin, þú mætir á glímumót allar en að fylgjast með og það er einhvern veginn 4 vellir í gangi og þú það er eitthvað í gangi þarna, nei, svo er eitthvað í gangi þarna og þú einhvern veginn lappar út af þessu og mannst ekki eftir neittni glímu neitt sérstaklega og þú veist, þetta er svona, já, þetta er aðeins erfiðar að fjalla BJJ, líka bara út af því að þú veist, áhugin er minni þarna og þú veist, við erum alltaf bara, þú veist, fjármagnið okkar, þú veist, er að koma til dæmis frá hnefaleikasambandinu og þannig að þú stundum bara hefur BJJ og þurft að vera bara í aftursætinu. Heyrið það BJJ? Heyrið það? Ángríð sko, það veist ég náttúrulega þarf að vilja glíman sem fjallaði hann sko. Já. En ég er aðtökkeitið það. Já, ég er sammála því svo. En náttúrulega ef að bara glíman er þið jafn vinsæl og MMA-ið, eða er þið bara hérna glímumót í framheimilinu og 2000 miðarseldir, að sjálfsögðu myndum við bara hjálpa að blása það upp eins og við erum að reyna að hjálpa með Glacier Fight Night. Já, nokkurn veginn. Já. Þannig við verðum náttúrulega að reyna bara, þú veist, að koma til móts við okkar hlustendur, lesendur, fylgjendur og þú veist, mesti fókusun er á MMA og þá setjum við mesta púður í það, næst mest í boxið og minnst í jiu-jitsuð. Það er minna í kickboxið og ekkert í júdóið, fattiði mig. Ég myndi svona helst vilja svona blása upp glímusennina, en það er bara tími, peningar og mannskapur sem þarf við það og það er svona fjárfestingar verkefni í rauninni, skilur þú ert að fara að setja inn fullt af vinnu og þú ert ekki að fara þetta strax tilbaka en ef að síðan að stækkar þá fer maður að greiða því þannig að það er svona en við erum mjög opnið fyrir því að vinna með BJJ eins og við vinnum með eins og við vinnum með hnefaleikasambandinu sko. Já, það er náttúrulega geggjað sko. Já, en er það ekki bara svona nokkuð inn komið að lokum hjá okkur er þetta ekki svolítið orðið ekki nema því að einhverju við að bæta Nei, geggjað kannski alveg svona þung stemning inn í podcastinu en allir gestir fá alltaf gefið ynglingvörur sko Hvað er yngling? Herru, fæðibóta þetta er svona sveppir Shilajit við erum til dæmis með Shilajit í töfluformi þannig að fólk þarf ekki að blanda eitthvað svona Hvað er það? pípur hins þetta er steinöfni þetta er eitthvað 85 steinöfni Þetta er viðbjóðslegt á bragði þetta er bara eins og að fara í sleik við gamla tóbakspípu segi ég alltaf sko en þetta er í töfluformi hérna þannig að þetta er Getur kynnt þessu Þú er bara svepplanda fyrir þá sem taka cordyceps og lions mane og svona vilja taka því einn töflu með grettublanduna Eiður og þetta er hvað maður segja svona performance enhancing náttúruleg efni og ef þið sjáu eitthvað sem ykkur líst á þá með ég endilega taka ykkur eitthvað hvort þið séu tjekka eða ræsin Þú veist, þetta er ekki flutt inn heldur framleitt hérna heima og við veitum til dæmis að þeir eru bara sko tína fjörugrössin sjálfur út í fjöru og eitthvað þannig að þetta er alveg Þetta er gæða íslensk framleiða Party tested, býstu þið? Já, ég trú ekki Já, það hlýtur að vera Ég og Biggi við erum partí Það er geggja Þeir eru aðdóður og auka eira eða eitthvað Já, pungurinn sem nonna búin að vaksa síðan Já sem betur fyrir, hann þarf að fara að hætta Þið þarf að fara að hætta þessu Herru, geggjað, ef við ekki bara slá bátinn í það Herru, ég bara þakka ykkur æðislega fyrir komuna og bara þangu til næst og hvað, við höldum áfram bara dagskrá áfram næstum náttúrulega Sammi og Stefán Fannar Sammi og Stefán Fannar og pappi Sammi ætlar að koma með líka þannig að þetta verður skemmtilega þáttur Já, verða það 3? Já, hann kemur með pappi hans kemur með líka hann er bara eitthvað 6 ára, eða ekki? Hver er þið? Steppi Fannars, þjálfari Stefán Fannar, hann kemur með Við þurfum auka mikrofón Já, ef við getum delt inn eða Já, ok Það er geggjað, herru, það er næsta dagskrá við þökkum öllum fyrir að hlusta og við heyrumst bara í næsta þætti